Má vera hann. Góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég segi þá 43. fund sveitarstjórnar Skagafjarðar settan en fundurinn haldinn á Sauðárkróki að Selvitugötu 7A miðvikudaginn 19. nóvember 2025. Ég býð þá sveitarstjórnarfulltrúa velkomna til fundarins sem eru mættir en það vantar í dag Hrefnu Jóhannesdóttur og í hennar stað Sigurður Bjarni Rafnsson og svo vantar hér líka í dag hún forföllum Sigurlaug Vordís Eystinsdóttir og í hennar stað situr Steinunn Rósa Guðmundsdóttir. Svo býð ég velkomna hér sveitarstjórann Sigfús Inga Sigfússon og fundarritarann sem Baldur Hrafn Björnsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Á dagskránni eru 51 mál en ég þarf að bera það undir ykkur hvort ekki sé lagi að fella út á dagskránni lið nummer 17 sem endurtilnefning í landbúnaðar og innviðanefnd en ástæðan til brottfall að dagskránni það eru breyttar aðstæður. Getið athugasemd við að þessi liður sé felldur út? Nei, það er samþykkt. Og þá göngum við til dagskrár eins og hún liggur fyrir. Og það er fyrst á dagskránni fundur byggðaráðs, fundur nummer 165 sem haldinn var 15. október síðastliðinn og það voru 10 mál á dagskránni. Og ég geri það að tillögu minni að lið nummer 4, 6, 7, 8, 9 og 10 verði vísað til umræðu hér síðar á dagskránni. Þannig að við tökum fyrir núna lið 1 sem þjónustustefna Skagafjarðar 2026, lið 2 sem húsnæðisáætlun 2026, lið 3, það kvennafrídagurinn 50 ára 24. október 2025 og lið 5 sem skipan í samráðsvettvang sóknaráætlunar. Orðið er laust þessi lið. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundargerðinni gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Já, fyrirgefið. Það gleymdist þarna þrír liðir sem voru í þessari fundargerð. Þeir komu á samráðsgáttinni og það er engin sem óskar til að taka til máls þá. Þannig að þeir eru bara samþykktir. Þá er það liður nummer 2, það er fundargerð byggðaráðs nummer 167, fundurinn haldinn 22. október og það voru 12 mál á dagskránni. Og ég geri það tillögu minni að lið nummer 4 og 6 verði vísað til umræðu hér síðar á fundinum. Þannig við tökum fyrir lið nummer 1 sem framkvæmdur og viðhald 2026, lið 2 sem freyjugotureitur, lið 3 það er endurvakning kjörstaðar í Ketilási, lið 5 það eru lausar lóðir á Nöfum, lið 7 það er endurskipulagning ráðgefandi hóps aðgengismál og svo eru samráðsgáttinni það er liður 8, það er umsagnarbeiðni, það er frumvarp til laga sveitarstjórnarlög. Og svo er það liður 9, það er líka samráðsgáttinni og það er frumvarp til laga breyting á lögum atvinnuleysistryggingar og lögum vinnumarkaðsaðgerðir og byggðaráð bókaði undir þessum lið á byggðaráðsfundinum og það er tillaga að þessi bókun sem þar verði gerð bókun sveitarstjórnar. Það er enginn sem andmælir því en orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja afgreiðslu fundargerðarinnar gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundur byggðaráðs númer 168, haldinn 29. október og það voru 7 mál á dagskránni og ég geri það tillögu minni að lið númer 2 og 6 verði vísað til umræðu hér síðar á fundinum og við tökum þá fyrst fyrir lið númer 1 sem framkvæmdur og viðhald 2026, liður 3 sem jólatréskemmtun 2025, liður 4 sem fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 05 menningamál, liður 5 sem fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 13 atvinnumál
og liður 6 sem fjárhagsáætlun 2026 landbúnaðar og innviðanefnd og svo í 7. liðnum það var mál sem kom úr samráðsgáttinni, það voru drög að reglugerð riðuveiki í sauðfé og byggðaráð bókað undir þeim lið. Orðið laust þessa fundargerð. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðinni gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá komum við í fundargerð byggðaráðs, það fundur nummer 169, haldinn 15. nóvember síðastliðinn og það voru 16 mál á dagskránni. Ég gerði það að tillöguminni að lið nummer 5, 6, 9, 10, 11, 13 og 14 verði vísað til umræði hér síðar í dagskránni og við tökum þá fyrir núna lið nummer 1 sem eru framkvæmdur og viðhald 2026, lið 2 sem flugklassin er 66 gráður norður, lið 3 sem samstarfsyfirlýsing farsældaráð, lið 4 sem fjárhagsáætlun 2026-29, liður 7 það fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 02 félagsþjónusta, liður 8 það fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 06 æskulýðs og íþróttamál, liður 12 það styrkbeiðni vegna framkvæmd körfuknattleikja og liður 15 það fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 09 skipulags og byggingamál og liður 16 það fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 04 fræðslu og uppeldismál. Orðið laust þessa liði. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðinni gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Já, og þarna gleymdi ég aftur að það voru líka mál hérna úr samráðsgáttinni. Það var drög að frumvarpi til laga breytingu á lögum úrvinnslugjald. Það var lagt fram til kynningar á þessum fundi byggðaráðs og eins var hérna frumvarp til laga breytingu á lögum opinbera háskóla og byggðaráð gerir bókun þetta mál. Og svo var einnig líka lagt fram til kynningar ágóða hlutagreiðsla EBI 2025. Nýja uppsetningi mín á þessu er ekki að skila sér. Það var að fundi byggðaráðs nummer 170 sem var haldið á 14. nóvember og það voru 4 mál á dagskránni. Já, plúsa sem eru samráðsgáttinni. Þetta fór alveg með þetta, það var nýja uppsetningu. Það 7 mál á dagskránni með því sem var samráðsgáttinni. Og ég legg til að liði nummer 1 verði vísað og liði nummer 2 verði vísað til umræðu hér síðan á fundinum. Þannig að við tökum fyrir liði nummer 3 sem kauptilboð í Skógargötu 2, lið 4 sem óskum upplýsingar og svo eru þarna 3 mál á samráðsgáttinni, það umsagnarbeiðni, það frumvarp til laga flýtiframkvæmd vatnsaflsvirkjana og byggðaráð gerði bókun þar. Liður nummer 6, það var samráð stöðumat og valkostir stefnu opinbera þjónustu og byggðaráð gerði bókun þar. Og svo var lagt fram til kynningar minnisblað sem unnið var fyrir Hafnasambands Íslands tollfrelsi erlendra skemmtiferðaskipa og við gerðum bókun þar. Orðið laust þessa fundargerð. Sveinn gerði svo vel. Forseti, sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla nú bara að koma hérna aðeins upp og hrósa Álfhildi fyrir að koma með þessa tillögu þarna í 5-4 eða óskum upplýsingar. Þetta er bara hrósinni fyrir það. Og það er bara mjög gott fyrir okkur með sveitarstjórnarfulltrúa að geta skoða þetta eins og þetta er sett þarna upp. Og það sem mér langaði nú bara til aðeins að spyrja að, en kannski sveitarstjórnin getur upplýst, er eitthvað sem banna það að við myndum til dæmis birta bara svona upplýsingar úr bókhaldinu til dæmis? Er einhver persónuverndar eða eitthvað sem banna það að við myndum kannski bara birta á hverju ári einhverja svona tölulega skýringa fyrir fólk? Því ég sé ekki að þetta sé eitthvað sem við ættum að fela, sko. Ég það var bara svolítið gott að fólk bara geti séð þetta og við langaði svona bara að vita það. Takk. Takk fyrir það. Orðið laust. Sigfús, Ingi gjörðu svo vel.
Já, sveitarstjórnar fulltrúar, það held ég ekkert sem að bannar að svona sé birt í sjálfu sér. Þannig að ég held að það var alveg hægt svona framvegis að gera það ef svo leikur fyrir. Þetta náttúrulega, við höfum verið að birta á svona útboðsvegu okkar, semst útboð sem fari í loftið. Í þessu tilfelli erum við að fara svolítið aftur í tíman og það var svolítið vandkvæðum bundið að finna upplýsingar því að það eru 2 starfsmenn sem hafa látið á störfum af þeim sem komu svolítið að málum og 1 fallinn frá. Þannig að við kannski færum ekki að birta þetta sem aftur í tímana því að við þurfum að ganga úr skugga gagnvart einstökum fyrirtækjum. Það kannski ekki til gögn í málaskrá frá þessum aðilum aftur í tíman en hitt held ég að ég sé ekki til fyrirstöðu en það getur kannað það bara gagnvart persónuverndarsjónarmiðum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Álfhildur, gerðu svo vel. Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég bara svo upp með mér, ég var að koma upp, sko. Ég held að á þessum 7 árum sem ég hef verið í sveitarstjórn hefur aldrei fengið hrós í þessum ræðustól. Þannig að takk fyrir það. En ég vildi líka bæta við að það var mjög gott að fá þessu upplýsingar. Ég held að okkur hafum bara öllum þótt og gott. Og það væri einmitt ábyggilega af því að við förum nú með reglum hætti yfir allskyns tölulegar upplýsingar í rekstri sveitarfélagsins, bara varðandi viðhald og önnur verkefni og slíkt. Að gera þetta líka með reglubundum hætti fyrst að málakerfið nú komið í lag og svona. Því að það sem við sáum var alveg tækifæri til úrbóta og tiltekta þarna líka. Og bara gott, þetta var góður umræður sem átti sér staðarni í kjölfarið og mjög gott og þakka bara aftur fyrir alla næturvinnu starfsmanna við að afla þessara gagna. En ég ætla líka fyrst ég að ítreka bókun við málið og líka við Skatastaðavirkjunina og svo get ég ekki hlegið að gleymsku forseta því ég gleymdi ítreka bókun 2-3 líka ef ég má gera það í leiðinni. Afsakið það og takk fyrir. Gleymskan greinilega mjög smittandi. 3. Hvað er það kjörstaðir? Meiri hlutin ítreka líka bókun 2-3. Já, 2-3. Já, meiri hlutin ítreka líka bókun við og líka Skatastaðavirkjun. Orðið laust. Fundargerðina. Það ekki fleiri sem óska til að taka til máls. Já, það Skatastaðavirkjun. Það er bara bókunin eins og hún er. Þá það 7. liður á dagskrá, það fundargerð atvinnu, menningar og kynningarnefndar, fundur númer 38 og hann var haldinn 16. október og það voru 8 mál á dagskráni. Fyrsta var skýrsla deildarstjóra, annað var félagsheimili Bifröst auglýsing 2025, þriðja það var jólatréskemmtun 2025, fjórða það var framkvæmdasjóður ferðamannastaða, auglýsinga eftir umsóknum styrki fyrir árið 2026, 5. liður það var norðursýn, stafræn markaðssetning, 7. liður það var matarkistan Skagafjörður 2025, 7. liður það var fjárhagsáætlun 2026, málaflokkur 05 menningamál og 8. liður það var fjárhagsáætlun 2026, málaflokkur 13 atvinnumál. Orðið laust þessa fundargerð. Jóhanna, gerðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Já, ég ætla nú ekki að ílengja þessum fundi þar sem að dagskráin frekar löng en mér langaði svona aðeins að koma hérna inn á það sem að Dagur íslenskrar tungu var nú síðustu helgi að ég sakna þess að liðurinn þar sem að tendrað á jólatrénu okkar hérna á Kirkjutorginu að það heitir núna jólatréskemmtun. Mér finnst þetta oft svona skemmtilegt að
það vitnar svona íslensku að tendurinn jólatrés, var þetta ekki eitthvað svona sem þetta hét alltaf þangað til nú? Mér langar svona aðeins að bara henda þessu í sarpinn og við skulum upphefja íslenska tungu. Takk. Takk fyrir það. Orðið er laust. Það er ekki fleiri smásköldur í að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundargerð atvinnu menningar og kynningarnefndar gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við í 7. lið, það er fundargerð félagsmála og tómstundarnefndar og það voru 14 mál á dagskránni og fundurinn var haldinn 27. október síðastliðinn. Liður 1, það var niðurgreiðslu til dagforeldra og foreldragreiðslu 2026. Liður 2, það voru hvatapeningar 2026. Liður 3, það voru opnunartímar íþróttamannvirkja 2026. Liður 4, það var gjaldskrá íþróttamannvirkja 2026. Liður 5, það var styrkbeiðni vegna framkvæmd körfuknattleikja. Liður 6, það var grunn upphæð fjárhagsaðstoðar 2026. Liður 7, það var biðtími eftir NPA-þjónustu. Liður 8, það var fjárhagsáætlun 2026, málaflokkur 02 félagsþjónusta. Liður 9, það var fjárhagsáætlun 2026, málaflokkur 06 æskulíðs og íþróttamál. Liður 10, það var jólahlaðboð á Rótarísklúbb Skagafjarðar 2025. Liður 11, það var jólamót Moldugsa 2025. Liður 12, það var fagráð fjallað og veitt ráðgjöf einstök mál. Liður 13, það var barnaverndarþjónusta mið og Norðurlands fundargerðir faghóps. Liður 14, það var skráð í trúnaðarbók félagsmála og tómstundarnefndar. Ég ætla að vikja að fundi Gulli Bíkur að fundi við lið nr. 11 og við byrjum þá á því að afgreiða hann. Orðið er laust lið 11 í fundargerðinni. Engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja lið 11 gefum ekki, hann er samhljóða og þá eru það aðrir liðir fundargerðarinnar. Orðið er laust þá. Engin sem óskar til að taka til máls þá. Þeir sem samþykkja fundargerðinni gefum ekki og hún er samhljóða. Þá er það fundur fræðslunefndar. Það er fundur nr. 42 sem haldið var 30. október og þá var 5 mál á dagskránni og það var fyrsti liður, það var starfsumhverfi leikskóla í Skagafirði. Annar liður, það var mannauðsmælingar í skólum Skagafjarðar. Þriði liður, það var gjaldskrá frístundar 2026. Fjórði liður, það var tillaga af VG og óháðum könnun í leikskólum Skagafjarðar. Liður 5, það var fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 04 fræðslu og uppeldismál. Orðið er laust þessa fundargerð. Álfundur gjör svo vel. Já, forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla aðeins að taka til umræðu lið 8.4, þar sem var svona tillaga frá okkur í VG og óháðum að gera könnun í leikskólum Skagafjarðar. Og ég ætla aðeins að rifja upp svona umræðuna sem var á síðasta sveitarstjórnarfundi, þar sem að ástandi í leikskóla, manneklu leikskólana var til umræðu. Og við rættum það mörg og þetta náttúrulega hefur afleiðingar sem við þekkjum, svona þjónustu skortur, bæði til foreldra og auðvitað hefur þetta áhrif á samfélagið allt. Og ef ég man rétt, þá var nú talað það að meirihluta að þetta væri bara verkefni sem við þurftum öll að leggjast á eitt við að leysa. Og þurftum öll að koma með tillögur til úrbóta. Og það gerðum við í VG og óháðum. Við komum með tillögu. Tillögum að kanna hvað fólkið á gólfinu, sérfræðingarnir okkar þar hefðu til málana að leggja, hvaða úrbætur þau sjá í stöðunni. Ég er nokkuð vissum að þau vita það best. Og þetta er tillaga sem ber í rauninni engan kostnað af því að þetta er bara hægt að gera í rauninni nánast hver sem getur núna gert svona könnun og sendt út. Það þarf ekki að borga fyrir það í einhverju útvistun verkefna. Hún var bara felld af meirihluta og í stað þess að fá bara upplýsingar á gólfinu
hvaða úrbætur væru æskilegar með þessum hætti, þá aðkeyptur kostnaður með að nýta einhvers konar utanaðkomandi þjónustu sem ég veit ekki ennþá sko hvað nákvæmlega á að gera til þess að laða fleira fólk á vinnustæðin. Því að það það sem við erum að reyna að leysa, það ekki? Þessa vinnustaði. Þannig að þetta vakti furðu mína að það hafi ekki verið vilji til þess að fara í þetta verkefni sem hvorki kostaði eða tók mikinn tíma en hefði getað gefið okkur mjög góður upplýsingar. Þannig að ég óska bara eftir að fá svona upplýsingar það á hvað forsendum þetta var fellt og svona í kjölfar þessara umræðum að allar hugmyndir væri vel þegnar. Takk. Takk fyrir það. Orðið laust, Sólborg, gerð svo vel. Já, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir gestir, bara takk fyrir þetta Álfhildur og ég bara man eins og gest hafi gæra, ég stóð hér og sagði að allar hugmyndir væru vel þegnar og þessi hugmynd vel þegin og hún var alveg tekin til umræðu en eins og kemur fram í fundagerðinni þá var bæði farið yfir HR Monitor mannauðsmælingar sem að taka á þessu og við erum nú þegar með þá vinnu, með opnum spurningum og öðru sem við erum búin að borga fyrir og ég kannski ekki alveg sammála þér að þetta kosti ekki neitt vegna þess að þetta kostar alltaf allavegna tíma þess starfsmann sem þarf að bæði að finna upp hvaða spurningar hann ætlar að spyrja, hverjum hann ætlar að senda þær og svo úrvinnslan vegna þess að það ekki nóg að spyrja, maður þarf líka að vinna úr því sem maður fær tilbaka. En varðandi auðnast, þá held ég sem að fara að hefja vinnu í leikskólanum. Við erum búin að auglýsa og ég held að við þurfum að leggja vinnu í að finna út hvað það í þessu starfsumhverfi sem að geri það að verkum að í fyrsta lagi að starfsfólk kemur ekki til starfa eða við náum ekki starfsfólk og hins vegar af hverju erum við að missa starfsfólkið svona hratt frá okkur á þessum stöðum og það má örugglega gagnrýna það að við vildum ekki fara að taka enn eina skoðanakönnun en að við vorum búið að taka þetta til umræðu og ég skal bara glöð taka þessa ef að þetta hefur engan árangur þá má bara þessi tillaga koma aftur Steinunn, ég bara hveti til að koma með hana ef ég verði ennþá formaður fræðslunefndar þegar að því kemur. Ég þakka fyrir mig. Takk fyrir það. Orðið laust. Álfhildur, gjörðu svo vel. Já, sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóraforseti, takk fyrir þessi svör Sólborg. Jú, við getum alveg svona hortugast eitthvað hvað kostnaður ekki kostnaður en við getum líka hort í ávinning sko. Hvað kostnaður þegar ávinningurinn mikill og þegar ég talaði beina kostnað þá átti ég nú reyndar við svona kostnaði svo við erum að greiða til auðnast það sem að kemur umverulegur reikningur og við þurfum jafnvel að taka við auka fyrir en ég hef svona heyrt utan að mér og beint að starfsfólki á gólfinu hefði fagnað þessu þó að það sé sannlega að svara könnunum en þær eru ekki kannski sérsniðnar að þessu per se. Það kannanir sem að allir starfsmenn skafa fyrir að svara með reglubundum hætti og það vel. Þó að sé einhverja opna spurningar þar þá kannski ekki endilega víst að fólk tengi það við vettvang til þess að koma með tillögur til úrbóta að þessu vandamáli sem við stöndum fram fyrir. Þannig að ég ætla bara að hvetja formann fræðslunefndar til þess að taka þetta aftur til skoðunar að henda út svona könnun. Það ekki ára flókið og ég býð mig fram í bæði andlegan stuðning og tæknilega vinnu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið laust. Hrund, gjörðu svo vel.
ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri og aðrir starfsmenn. Það er einmitt bara mjög gott spjall. Við einmitt rættum á þessum fundi og það var kannski líka svona, viljum kannski sjá aðeins hvað kemur út úr vinnunum með Auðnast. Það var markmið að þau myndu fara og tala við stjórnendur, deildarstjóra og svo starfsmenn. Þannig að við vildum svona kannski aðeins komast áleiðis í þærri vinnu og líka þá kannski að hafa einhver svör. Af því að það er auðvitað ekki nóg að senda út könnun, heldur verðum að þá kannski vera líka tilbúin til að bregðast við. Og við rættum það einmitt að þetta væri nú kannski líka bara svona gott að eiga í það sem veganesti bara í þessa vegferð, en varðandi að taka kostnað við eitthvað, við erum sérst að gera ráð fyrir vinnu Auðnast í fjárhagsáætlun. Takk fyrir. Takk fyrir það, orðið laust. Sólborg, gerðu svo vel. Já, sveitarstjórnarfulltrúar, forseti. Bara svona af því að við erum öll svo forvitin og höfum gaman að því að vita hvað er að gerast, að þá eru þær hjá Auðnast að koma í næstu viku og það er komið sem sagt bara verkplan á það, hvar þær mæta og það er alveg búið að skipuleggja það. Það er byrja fram í Varmahlíð og svo koma þær hérna á Krókinn og fara í Ársali. Þannig að þetta er bara... Hófsós verður seinna, en það er inn á planinu líka. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið laust. Það er ekki fleiri sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundargerðinni gefur merki. Hún er samhljóða. Þá komum við að liði númer 9 í dagskránni. Það er fundur landbúnaðar og innviðanefndar. Fundur nummer 36 og var hann haldinn 24. október síðastliðinn. 6 mál á dagskráni. Fyrsta málið það var fjárhagsáætlun 2026, landbúnaðar og innviðanefnd. Annar liður það var gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingar 2026. Þriði liður það deiliskipulag Sauðárkrókshafnar, Eyrarvegur 18 og Eyrarvegur 20, umsókn breytingar á lóðamörkum. Liður 4 það var umsókn land til þrifabeitar. Liður 5 það var gjaldskrá Norðurá 2026, lögð fram til kynningar og liður 6 það var hraðakstur í íbúðahverfum. Orðið laust. Sólborg, gerðu svo vel. Já, fundarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætlaði bara hérna að koma og fagna umferðar áttakinu. Og bara búin að heyra mjög margt jákvætt þetta að fólk er mjög ánægt og ég vona bara að við höldum áfram á þessari vegferð vegna þess að þetta er bara mjög mikið öryggismál sem við þurfum að taka á. Takk fyrir. Takk fyrir það. Sveinn, gerðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég get nú alveg fagna því líka bara, ég er bara alveg sammála Sólborgu, þetta var alveg mjög flott. Og líka bara hvernig þetta er svona útvært að þessi bara þetta kippast í burtu og kemur snjór og þetta moka og þetta var mjög góð lausn. Ég ætlaði nú aðeins að tala gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingar. Ég ætlaði nú bara að koma og fagna því að við getum lækkað hana núna, loksins, að því íbúarnir eru svo duglegir að flokka og minna sorp og svo var náttúrulega að fara í hagræðingu með að sækja það lífræna sjaldnar. Og það sem allir eru svo tillöguglaðir hérna, þá ætla ég bara að lýsa hérna eftir tillögum. Hvernig getum við fengið hérna fyrirtækin til að flokka betur? Þar er, held ég, rosalega gott sóknarfæri í því að minnka urðun hérna í sveitafélaginu. Það er það hvernig við getum fengið fyrirtækin í sveitafélaginu til þess að flokka meira. Það er náttúrulega ekki gott að hafa gjaldskrá sem er kannski bara 30 krónur kíló og það er bara saman hvort þú kemur papp eða plast eða eitthvað til að urða. Þá náttúrulega nennir bara enginn að standa í því að það er bara kostnað. Þannig að við allir svona lausna með þetta tillögu. Þá held ég að væri rosalega gott að allir myndu leggjast á að koma með tillögu þetta mál. Takk. Hrund, gerðu svo vel.
Já, ágætu sveitastjórna fulltrúar, sveitastjóri og aðri starfsmenn. Ég fyrst að við erum svona hress og kát, þá bara, þetta er flott áskorun. Við þurfum eiginlega bara að, láta okkur detta eitthvað spennandi í hug fyrir fyrirtækin til þess að fá þau til að taka þátt. Því að árangurinn hefur verið gríðarlega góður hjá íbúum Fjarðarins. En að því að Sólborg kom inn á umferðar, hraða takmarkanirnar, þrengingarnar, þá bara langar mér sérstaklega bara hrósa starfsmönnum þjónustumiðstöðunum bara fyrir að vera útsjónarsamir og þetta er bara mjög vel gert hjá þeim og ég tek undir það er bara allan þeir sem ég hef heyrt í bara mjög ánægðir með að ég eitthvað svona aðeins að reyna að taka þetta mál föstum tökum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Með leyfi forseta ætla ég aðeins að koma inn í þessu umræðu. Ég fagnar nú líka byrja því að fagna þessu hraðahindrunum og sammálaða því sem framkom hér að þetta er skemmtileg lausn á þessu. En varðandi þessum sveinn var að velta fyrir sig hvernig við fá fyrirtækin til að flokka meira, að þá hef ég ekki patent lausn á því, en þetta er hins vegar alveg valid spurning og var alveg gaman að velta fyrir sig hvernig við getum fengið fyrirtæki til að flokka meira og auðvitað þurfa heimilin þó við náðum flottum árangur þar að þau þurfa líka að halda áfram að flokka en við erum vissulega, hefur vel tekist til það sem af er frá því að kerfið byrjaði en kannski ættum við að velta fyrir okkur hvert að hægt sé að gera þessa tölur svona sorp frá fyrirtækjum einhverjum hætti opinberar og ég veit ekki við höfum svo sem ekki haft með þessa tölur að gera í sveitafélaginu að því fyrirtæki fara beint í gegnum þjónustuaðila en það kannski má veltaði fyrir sig hvert að væri hengnin hægt að nálgast þessa tölur með einhverjum hætti. Jável þó að vera ekki opinberar að við getum fengið að vinna með þær og þeir sem sína fram á mikið samdrátt að þeir fengju viðkenningu eða eitthvað þess að þar, eitthvað stimpil að þetta, ég held að sé helst að fara einhverja svona leið. Ef við hækkum gjaldskrána þá erum við, það er búið að fara í gegnum þá umræðum mjög oft og það er alltaf sama gjald á sorpi frá fyrirtækjum og sorpi frá heimilum. Þannig við myndum að hækka á heimilinni í leiðinni. Það verður ekki flúið, við erum margbúin að skoða hvort þessi hægt að vera með 2 gjaldskrár þarna. Það er mjög erfitt, mjög snúið í framkvæmd. Þannig að ég held að við hefum bara að hafa þetta heimi í hnaktaskunni í nefndina og skoða hvort við getum einhvern veginn unnið með þessar hugmyndir. En orðið er laust. Og það er enginn sem óskar til að taka til máls. Jú, fyrirgefðu. Álfhildur, gjörðu svo vel. Já, takk forseti og sveitastjóri og sveitastjóndafulltrúar. Þetta er nú bara að því að það var óskar til tillögum. Ég held nú að það sé alltaf hvati og kostnaður sé svona það sem stýrir mikið til í þessu og hefði sagt að það ætti að hækka gjaldskrá fyrirtækja til þess að það sé hvoru tveggja í gangi en Einar er greinilega ekki sammála því og ég hef ekki verið inn í þeirri umræðu en hins vegar væri kannski lag að auka eftirlitið með þeim sem mæta á flokkunarstöðuna þeim fyrirtækjum og eru að fara með í urðunina að það sé örugglega verið að flokka og rétt og setja í rétta gáma og það er náttúrulega þessi þriði aðili okkar sem sér flokkunarstöðuna sem kannski þyrfti að taka þann bolta ef að við myndum setja þrýsting á það. Þannig að það er okkar 10 centi umræðina. Takk. Takk fyrir það. Orðið er laust. Þá er ekki fleiri sem biðja að þau skal til að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu landbúnaðarnefndar á þessari fundargerð gefið merki og hún er samþykkt samhliða. Þá er það fundargerð landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 37 sem var haldinn 13. nóvember og það voru 10 mál á dagskránni. Fyrsta það var hækkun raforkuverðs og dreifing raforku. Annað það var uppgjör ref- og minkaveiða 2025. Þriðja það var umsókn leyfi til búfjárhalds í þéttbýli. Fjórða það var umsókn
leyfi til búfjárhalds í þéttbýli, önnur umsókn sem sagt. 5. það var stofnun veiðifélags vötn og vatnsföll á Einstaheiði og svo var lagt fram til kynningar, það var ársreikningur Hrollausdal fyrir árið 2024 og liður 7 það var ársreikningur Hofsós og Unadalur fyrir árið 2024 og liður 8 það var ársreikningur fyrir Deildadal 2024. Svo í liði 9 að þá var lögð fram til kynningar gjaldskrá Moltu EHF sem kemur til með gilda frá 1. janúar 2026 og Landbúnaðar- og innviðanefnd bókaði undir þeim lið og í lið 10 að þá var lagt fram til kynningar upplýsingar urðaðan úrgang fyrstu 9 mánuði ársins í Stekkjavík og þar bókaði líka Landbúnaðar- og innviðanefnd undir þeim lið en það er tillaga að bókun undir fyrsta liðnum sem er hækkun raforkuverðs og dreifing raforku að svo bókun verði gerð að bókun sveitastjórnar, einhver sem hefur andmæli við því. Það er ekki Þetta líka í 10.4. Sveitvíkur á fundi undir lið 10.4, þannig að við byrjum á því að afgreiða hann, orðið löstum lið 10.4. Það er engin smóskað til að taka til máls þar, þeir sem að samþykja afgreiðslu Landbúnaðar- og innviðanefndar á lið 4, gefur merki, það er samþykkt samhljóða. Þá eru hinnir liðir fundagerðarinnar. Einhver smóskað til að taka til máls. Sólborg, gerð svo vel. Fundarstjóri og aðri fundargestir, af því að Sveinn nú að hvetja ykkur til þess að koma með tillögur, þá langar mig að hvetja ykkur líka til þess að koma með tillögur varðandi lífræna úrganginn, sem er gríðarlega mikill og bara hvað getum við gert til þess að þurfa ekki að borga svona mikið fyrir að losa okkur við þetta. Það er bara, við tökum við áskorunum í Landbúnaðar- og innviðanefnd. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem óska til að taka til máls. En áskorunum hugmyndir lifir áfram. Þeir sem samþykkja fundagerðinni gefur merki. Hún er samið samhljóða. Þá erum við komin að fundagerð skipulagsnefndar. Þetta er liður nummer 11 á dagskráni og fundur nummer 85 hjá skipulagsnefnd sem haldið var 30. október. Og það voru 9 mál á dagskráni. Ég gerði það til minna að lið 1 og 2 og 6 verði vísað til umræði hér síðar á dagskráni. Þannig að við tökum þá fyrir núna fyrst, þá tökum við fyrir lið 3 sem er kirkjureiturinn, Sauðárkrókskirkja deiliskipulag. Liður 4 það er fyrirspurn vegna deiliskipulags AT 403. Liður 5 það er fundur með Veðurstofu Íslands, deiliskipulag Flæða. Liður 7 það er fjárhagsáætlun 2026 málaflokkun 09 skipulags- og byggingamál. Liður 8 það er vegir og hleðslustöðvar og liður 9 þar var lagt fram til kynningar, það var afgreiðslufundur byggingafulltrúnum 73. Orðið er laust þessa fundagerð. Alfundur ítrekka bókun undir lið 11.4 og ég er líka með bókun undir 11.4 sem að já, hérna er að gera fundahlé. Við höldum þá fundinum áfram og með leyfi varaforseta ætla ég að fá orðið og það er varðandi lið 11.4 í fundagerð skipulagsnefndar frá 30. október og ég ætla að leggja fram þessa bókun hér sem ég ætla að lesa upp af því að hún er hún hljóða svo. Fyrir fundurinn liggur ítarlegt yfirlitið við verk, feril, vinnu við deiliskipulag athafnasvæði AT 403 á Sauðárkróki. Með að ræða stórt
svæði með fjölda athafnalóða þar sem þurft hefur að taka tillit til margvíslegra sjónarmiða og athugasemda. Jafnframt að leitast við að fá sér flest sjónarmið fram í vinnunni, meðal annars með því að halda sérstaka vinnustofu vegna frekari hönnunar og hugmyndarvinnu fyrir deiliskipulagið. Í ferlinu var horft til ýmissa umsagna, meðal annars frá umsækjendum lóðar við Borgarbraut, skipulagsnefnd, byggðarráð og sveitarstjórn hafa einnig lagt sér fram að mæta sjónarmiðum umsækjenda og flýta ferlinu sem kostur er. Þannig má nefna að í maí 2025 samþykktu byggðarráð og sveitarstjórn að auglýsa lóðir 2, 4, 6, 8, 10 og 12 við Borgarbraut lausar til úthlutunar í samræmi við úthlutunarreglur sveitarfélagsins. Með fyrirvara staðfestingu deiliskipulags. Í júní samþykktu skipulagsnefnd og sveitarstjórn að úthluta lóðinni Borgarbraut 2 til Þrastar Magnússonar fyrir hönd Myndunar EHF, Péturs Arnars Jóhannssonar fyrir hönd Áka Bifreiðaþjónustu SF. Bent var á fyrirvara staðfestingu deiliskipulags og afmörkun lóða. Byggingareita og skipulagsskilmálar gætu tekið breytingum. Jafnframt var bent á að lóðin yrði fyrst úthlutunarhæf þegar hún hefði verið stofnuð formlega. Deiliskipulag AT403 var staðfest hjá skipulagsstofnun 17. september síðastliðinn. Stofnun lóðarinnar var svo staðfest hjá sýslumanni 23. september síðastliðinn. Þann 10. október síðastliðinn sendi starfsmaður skipulagsfulltrúa tölvupóst á verkfræðistofu þar sem óskað var eftir upplýsingum legu og stærð fráveitulagna að Borgarbraut 2. Framkvæmdastjóri Stoðar upplýsti starfsmaður skipulagsfulltrúa að starfsmenn stofnunarinnar hafi ekki fengið verkbeiðni frá veitu- og framkvæmdasviði. Sveitarstjóri var upplýstur stöðuna 16. október í stað þess að starfsmenn skipulagsfulltrúa og veitu- og framkvæmdasviðs ræddu beint saman stöðuna. Í kjölfarið tengdi sveitarstjóri þessa aðila saman. Er miður að þessi staða hafi komið upp á loka metrunum þegar góðu vinnu sem unnin hefur verið. Upplýsingar legu og hæð fráveitulagna voru tilbúna 28. október og öll hönnunargögn liggja nú fyrir. Hægt að ráðast í gerð vestari innkeyrslu stúts frá Borgarbraut inn á Borgarbraut 2 í kjölfarið og ætti að vera unnt að hefja framkvæmdir á lóð miðjan nóvember næstkomandi. Orðið laust. Það engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu fundargerðarinnar gefur merki og hún samhljóða. Þá það fundargerð skipulagsnefndar, fundur númer 86 sem haldinn var 13. nóvember og ég geri það tillögu minni að liði númer 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, þeim verði vísað til umræði hér aftar í dagskráni og við tökum þá fyrir hérna núna lið nummer 1 sem Helgustaðir í Unadal, aðalskipulagsbreyting, lið 2 sem Helgustaðir í Unadal deiliskipulag, lið 7 sem uppbygging á atvinnu og athafnalóðum af Borgarbraut 2 og liður 11 þar var lagt fram til kynningar, það var afgreiðslufundur byggingafulltrúa númer 74. Orðið laust þessa liði. Það engin sem óskar eftir að taka til máls, þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki, hún samþykkt samhljóða. Þá að fundargerð byggingarnefndar Sundlauga Sauðárkróks, fundur númer 37 sem haldinn var 15. október síðastliðinn. Það var 1 mál á dagskráni og það var Sundlaug Sauðárkróks rennibrautir útboð. Orðið laust þessa fundargerð. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja afgreiðslu byggingarnefndar gefur merki, hún samþykkt samhljóða. Þá komum við að lið nummer 14 í dagskráni, það óskuð tímabundið leyfi frá nefndastörfum í fræðslunefnd og það liggur fyrir erindi frá Kristóferi Má Marónsyni sem dagsett 15. nóvember, þar sem hann óskar eftir framlengingu áður veittu leyfi frá störfum sem formaður fræðslunefndar til 17. desember næstkomandi. Orðið laust. Það engin sem óskar að taka til máls, þeir sem samþykkja leyfið gefur merki og það samþykkt samhljóða. Þá það liður 15 og það endurtilnefning í fræðslunefnd og það liggur fyrir tillaga í fræðslunefnd að í stað Kristófers Má Marónssonar
á meðan hann í leyfi og tillagan að Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir verði formaður fræðslunefndar. Aðrar tilnefningar hafa ekki borist, þannig að hún rétt kjörin til þess. Í lið 16 þá líka endur tilnefning í félagsmála og tómstundanemnd og það liggur fyrir tillaga að skipa Söndru Björk Jónsdóttur sem varaformaður félagsmála og tómstundanemndar, að hún verði aðalmaður og Guðlaugur Skúlason verði varamaður hennar í nefndinni. Og aðra tilnefningar hafa ekki borist og eru þau því rétt kjörin. Liður nummer 17 hann fjall út, þannig við erum þá komin að því sem ég ætla að kalla lið 18 og það samþykkt hesthús og umgengni í hesthúsahverfinu á Sauðárkróki, samþykkt hesthús og umgengni í hesthúsahverfinu á Sauðárkróki til annarrar umræðu, lögð fram, liggur hér frammi. Samþyktin hún var áður til umræðu á 40. fundi sveitastjórnar þann 27. ágúst á þessu ári og orðið laust þessa samþykkt. Það engin sem óskar eftir að taka til máls, þeir sem að samþykja samþyktina gefur merki, hún samþykkt samhljóða. Þá það 19. liður og það sala íbúða í eigu Eignasjóðs Skagafjarðar og þessu vísa frá fundi byggðarráðs sem haldið var 15. október og þar var lagt fram minnisblað frá forstöðumanni framkvæmda sem var dagsett 13. október 2025 þar sem vakin athygli á því að lítil eftirspurn hefur verið eftir stærri leiguíbúðum í eigu sveitarfélagsins og engin á biðlista eftir slíku leiguhúsnæði. Óskað eftir heimild til að selja einhverjar af þessum stærri eignum og afgreiðsla byggðarráðs var að byggðarráð samþykki samhljóða að veita heimild fyrir sölu á þeim 5 stærri eignum sem eru lausar og í eigu sveitarfélagsins, auk heimildar til að kaupa allt að 5 minni eignir á móti og málunni vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið laust þessa afgreiðslu byggðarráðs. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykki afgreiðslu byggðarráðs gefur merki, hún samþykkt samhljóða. Þá komum við að lið 20 sem gjaldskrá leikskóla 2026 og þetta erindi sem kemur uppalega frá fundi fræðslunefndar sem haldið var 25. september en þar var lögð fram tillaga 2,7% hækkun dvalargjalds, fæðisgjalds og skráningadaga leikskóla sem í samræmi við verðlagsbreytingar út frá þjóðhagsspá Hagstofu Íslands. Systkina afsláttur af dvalargjaldi verður óbreyttur 50% fyrir annað barn og 100% fyrir þriðja barn. Sektargjald fyrir að sækja barn og seint eða mæta og snemma helst óbreytt. Tillagan var samþykkt samhljóða og vísað til byggðarráðs og byggðarráð afgreiddi tillöguna með þeim hætti að byggðarráð samþykki samhljóða framlagðar breytingar og gjaldskrá og vísað til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það engin sem að óskar þeirra taka til máls, þeir sem samþykkjana gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá var það gjaldskrá fráveitu og tæmingu rotþróa 2026 og þessu vísað frá fundi byggðarráðs 15. október var áður á fundi landbúnaðar og innviðanefndar 18. september. Það gert ráð fyrir 2,7% hækkun og landbúnaðar og innviðanefnd samþykkti gjaldskrána samhljóða og byggðarráð samþykkti samhljóða framlagða gjaldskrá og vísað til sveitastjórnar. Orðið laust. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykja afgreiðslu byggðarráðs gefur merki, samþykkt samhljóða. Þá var gjaldskrá Skagafjarðarhafna vísað frá fundi byggðarráðs og var áður til umfjöllunar á fundi landbúnaðar og innviðanefndar sem samþykkti gjaldskrána samhljóða og afgreiðsla byggðarráðs var að byggðarráð samþykki samhljóða framlagða gjaldskrá og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Orðið laust þessa afgreiðslu byggðarráðs. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem að samþykja gefur merki og það engin. Þá var gjaldskrá vegna lausagöngu búfjár 2026 var tekin fyrir á fundi byggðarráðs 15. október og þar áður var hún á fundi landbúnaðar og innviðanefndar 18. september. Það sem var lögð til 2,7% hækkun og landbúnaðar og innviðanefnd samþykti gjaldskrána samhljóða og byggðarráð samþykti samhljóða framlagða gjaldskrá
og vísaði til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja gjaldskrána gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá var það liður 24 sem er gjaldskrá skipulagsfulltrúa, þjónustu og framkvæmdagjöld 2026 og þessu er vísað frá fundi biðaráðs 15. október og var rætt á fundi skipulagsnefndar þar áður 13. október. Og það lágu fyrir drög að gjaldskrá vegna kostnaðar við skipulagsvinnu, stofnun lóða, byggingareita og útgáfu framkvæmdaleyfa. Í Skagafirði og skipulagsnefnd hún samþykkti gjaldskrána samhljóða með áorðnum breytingum og vísaði til afgreiðslu byggðaráðs. Byggðaráð samþykkti framlagða gjaldskrá og vísaði til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa gjaldskrá. Þeir sem samþykkja þessa gjaldskrá gefur merki, eða afgreiðslu byggðaráðs, réttar sagt, gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá var að gjaldskrá fasteignaskatts og lóða og landleigu árið 2026 og þessu er vísað frá fundi byggðaráðs frá 22. október og þar var lögð fram gjaldskrá fasteignaskatts, lóðar og landleigu fyrir árið 2026. Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda verið 10 frá 1. febrúar 2026 til 1. nóvember 2026. Heildar álagning á fasteign sem ekki nær 350.000 krónum fellur niður ef álagning fasteignagjalda fasteigna er ekki 28.000 krónum á gjalddaga verður öll upphæðin innheimt á fyrsta gjalddaga 1. febrúar 2026. Einnig verður gefinn kostur á því að gjaldendur geti greitt upp fasteignagjöldin á einum gjalddaga í maí og eigi síðar en 10. maí 2026 séu þau jöfn eða umfram 28.000 krónur. Og samkvæmt fyrirliggjandi gjaldskrá er álagningar hlutfall fasteigna skatts og lóðar leigu haldið óbreyttu frá árinu 2025 að undanskildu því að álagning A-flokks lækkar úr 0,47% í 0,435%, landlega beitilands verði 13.000 krónur á hektara á ári og landlega ræktunlands verði 19.000 krónur á hektara á ári. Og byggðaráð afgreiddi þetta þannig að byggðaráð samþykki samhljóða framlagða gjaldskrá með áorðnum breytingum og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa afgreiðslu byggðaráðs. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykki afgreiðslu byggðaráðs gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá var liður nr. 26 sem er samþykkt byggðamerki Skagafjarðar og þetta var tekið fyrir á fundi byggðaráðs sem haldið var 22. október. Þar voru lögð fram drög að breytingum á samþykkt byggðamerki Skagafjarðar og breytingatillagan hún snýr að því að heimilt verði samkvæmt samþykktinni að bregða frá litanótkun á sjálfu byggðamerkinu á samfélagsmiðlum og kynningarefni til að sýna stuðning við almennar vitundavakningarherferðir, til dæmis að nota bleikt merki í bleikum október. Og byggðaráð samþykkti samhljóða framlögð drög að samþykkt byggðamerki Skagafjarðar og vísar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa breytingu, þessa samþykkt byggðaráðs. Það er engin sem óskar til að taka til máls sem eru samþykkir afgreiðslu byggðaráðs gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það reglur afslátt af fasteignaskatti fyrir árið 2026 og þetta kemur frá fundi byggðaráðs sem haldið var 29. október en þar voru lagðar fram reglur afslátt af fasteignaskatti fyrir árið 2026 og byggðaráð samþykkti samhljóða að hækka viðmiðunar fjárhæðir varðandi tekjumörk 4,3% frá reglum ársins 2025 og að hámarksafsláttur verði hækkaður úr 90.000 krónum í 100.000. Þeir sem eru samþykki, orðið er laust þennan lið. Þeir sem eru samþykkir afgreiðslu byggðaráðs gefur merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 28 sem er gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingar fyrir árið 2026 og þessu er vísað frá fundi byggðaráðs sem haldið var 29. október og var þar áður tekið fyrir á fundi landbúnaðar innviðanefndar 24. október. En í stuttum máli þá er þetta þannig að árinu 2026
2026 hafa gert ráð fyrir að samningsbundna hækkanir til íslenska gámafélagsins verðum 5% og einnig liggur fyrir að urðunargjald hjá Norðurá hækkar 4,3% en svo var ákveðið að fara í breytingar á kerfinu sem skilar ákveðinum hagræðingum og losunarferðum dreifbíli verður fækkað 4 og með þessum hagræðingarkröfum ásamt í að dregið hefur úr urðun á sorpi og rekstur málaflokksins gengi vel að þá er gerð tillaga þá gerði landbúnaðarnefnd eftirfarandi tillögu sem var að landbúnaðar innviðanefnd samþykki samhljóða breyting á fjölda ferða í dreifbíli fyrir árið 2026 ásamt fyrirliggjandi gjaldskrá sem í heildina þýðir 4% lækkun sorphirðu gjalda til heimila en hækkun gripagjalds 4,6% fyrir árið 2026 og byggðaráð tók þetta svo til afgreiðslu og skrifaði byggðaráð samþykki samhljóða framlagða gjaldskrá og vísar til sveitastjórnar orðið laust. Þeir sem samþykja þessa afgreiðslu byggðaráðs gefi merki. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður nummer 29 sem var kauptilboð í Laugatún 9, tekið fyrir að fundi byggðaráðs 15. nóvember en þar hafði borist á tilboð í eignina með fyrirvara fjármögnun og sölu og annarri fasteign og byggðaráð samþykti samhljóða ganga að tilboðinu með fyrirvara samþykki sveitastjórnar og orðið laust þessa afgreiðslu byggðaráðs. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefi merki samþykkt samhljóða. Þá er það liður nummer 30 en það er lántaka fyrir árið 2025 og þetta var tekið fyrir að fundi byggðaráðs 15. nóvember síðastliðinn. Byggðaráð Skagafjarðar samþykki samhljóða að beina því til sveitastjórnar að taka lán hjá Lánasjóði sveitafélaga og HF allt að fjárhæð 90 milljónir króna. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitafélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitastjórnarlaga og jafnframt þá er Inga Sigfússyni veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitafélagsins Skagafjarðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitafélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hverskins skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Og orðið laust þessa afgreiðslu byggðaráðs. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðaráðs gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður nummer 31 á dagskránni sem er niðurgreiðslu til dagforeldra og foreldragreiðslur 2026 og þetta var tekið til umfjöllunar á fundi byggðaráðs 15. nóvember og þar áður var þetta á fundi félagsmála og tómstundanefndar 27. október og það var mikla umræður þennan lið. Það kom fram tillaga frá meirihluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks sem leggur til að upphæð niðurgreiðsla samkvæmt 6. grein regla niðurgreiðslu daggæslu í heimahúsum og foreldragreiðslur verði 110.000 krónur á mánuði og svo kom tillaga frá Trúum Vafki og Óháðra sem var svo felld og tillaga meirihluta Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks var lögð fram og samþykkt með 2 atkvæðum og vísa til byggðaráðs og byggðaráð samþykti með 2 atkvæðum tillögu sem vísa var frá 39. fundi félagsmála og tómstundanefndar og vísar henni til afgreiðslu sveitastjórnar. Fulltrúi byggðarlista greiðir atkvæði á móti tillögunni í byggðaráði. Orðið laust þennan lið. Sveinn gerð svo vel. Forseti, sveitastjóri, ágætu sveitastjórnarfulltrúar. Ég ætlum kannski bara að byrja að koma hérna og hrósa meirihlutanum fyrir það að hafa hækkað foreldragreiðslurnar. Ég myndi svona á þetta hérna held ég á síðasta sveitastjórnarfundi þannig að það var greinilega vel tekið í það. Og það verður að hrósa fyrir það sem vel er gert. Það er nú bara svo leiðis. Og
ég er svona, en ég held samt að þetta sé bara ekki nóg. Ég held að við þurfum að hækka þetta með. Ég hefði nú alveg stutt að fara upp í kannski 180-200.000, af því að ef við bara hugsaum þetta, ef við viljum hérna hafa ungt fólk með börn í sveitafélaginu hjá okkur, þá held ég að þetta sé svona það kannski það ódýrasta sem við gerum fyrir fólkið ef við getum ekki hérna komið öllum börnum inn á leikskóla 12 mánaða og fólk að bíða eftir börnum eða að börnin komist á leikskóla, þá held ég að þetta sé svona eitthvað sem við eiginlega bara verðum að gera ef við ætlum að bara ungt fólk vilji vera hérna. Því það náttúrulega bara hræðileg staða ef fólki var að hugsa það síðustu mánuðin í fæðingarorlofi, hvað bara á að gera börnin og eða að missa vinnuna, hvað á að gera. Þannig ég held að þetta sé að því ef okkur vantar starfsfólk, við erum kannski sammálum að það alveg hægt að koma börnunum fyrir kannski á leikskóla, allavega þegar leikskólinni Varmalið komin í gang. En ef okkur vantar starfsfólk, þá náttúrulega getum við ekki tekið inn á leikskólan og ef okkur vantar kannski 10 eða 15 starfsmenn, þá getum við nú bara reiknað í huga okkur hvað 10-15 starfsmenn kosta og það er náttúrulega að vera mikið sérfræðingur í reikning til að sjá það að við getum borgað með þó nokkuð mörgum börnum þó við borgum 200.000 á mánuði að því við erum ekki að borga launin á meðan og það er náttúrulega að binda þetta við það að ef það er hægt að koma börnunum inn á leikskóla nú þá þurfum við náttúrulega ekki að borga þetta því þá fyrir við að borga starfsmennunum þannig ég held að svona bara út á við sé bara rosalega gott að við bara getum sagt foreldrum það að þau þurfum ekki að hafa miklar ágjur af þessu og við ætlum að standa vel á bakvið við þau. Ég held að það sé svona kannski svona forgangsmál, eitt af svona forgangsmálu sem við ættum að hafa bara, ég held allir sveitarstjórnarfulltrúar fulltrúar hérna inni, að það er það að við viljum fá ungt fólk í sveitarfélagi með börn og við ætlum að standa á bakvið þau. Ég held að það sé bara svona númer 1, svo getum við yfir skott við höfum byggja menninga og svo við getum gett hitt og þetta eitthvað. Ég held að þetta sé svona það svona fyrsta sem við eigum að hugsa svona mjög alvarlega, takk. Já, svo ætla ég bara að ítróka bókunina sem voru með hana. Orðið löst. Viljur gerði svel. Já, sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri. Ég get alveg tekið undir margt sveit sem þú ert að segja í því að auðvitað viljum við taka á móti fólki og búa þannig samfélag. Og ég tel við okkur vera að gera mikið með því að hækka þessar greiðslur þetta úr 65.000 í 110.000 þessa 11 mánuði ári. En við viljum auðvitað búa til líka hvata til að fólk komist á leikskóla 12 mánuði og við erum að reyna það með aðgerðum í fræðslunum og annað. En þetta auðvitað hangir með öðrum greiðslum eins og við sjáum, niðurgreiðslur til dagforeldra og foreldragreiðslur. Þannig að þetta svona, við verðum líka að horfa á þetta í heildarsamninginu þar. Síðan er spurningin, hvað viljum við vera með þetta það hátt að það sé ekki hvati fyrir foreldra að setja börn út á í leikskóla og ég veit auðvitað, nú komið þegar móti bara að það lifir engar á 200, það er alveg rétt, en það er kannski hvati til að vera heima, en auðvitað þú fær boð leikskólapláss og það missur greiðslunar, en ég allan að til að þetta sé allan til að koma móts við þennan vanda sem er núna hjá okkur, við höfum siglt ágætis svona sjó síðan 2017 í leikskólamálum, þegar að svo sem hér stendur var sjálfur að koma barninu á leikskóla og hann fór inn á leikskóla 2 ára, þannig að ég þekki alveg að standa í þessum sporum hvernig það er að komast ekki inn á leikskóla og þurfa að vera með barn heima og ég meina og misjafnt bara, ég hef bara heppið með bakland og annað og auðvitað misjafnt hvernig það er en sjálfur hefði ég auðvitað þegið að fá svona greiðslur en ég held að við höfum líka horfa á það að Skagafjörður er eitt af fáum sveitarfélögum á landinu sem er að bjóða upp á svona greiðslur og við vorum að hækka þetta til að koma móts við foreldrana upp í svona þennan sama hóp sem er að bjóða þessa greiðslur til sinna íbúa en þetta er bara verkefni og við reynum að vinna þetta áfram. Þetta er bara eitt partur af því. Takk fyrir.
Orðið er laust. Sveinn, gerðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Já, ég er bara alveg sammála Gulla í þessu, en sko, ég held að við þurfum nefnilega ekki að hafa miklar ágjur á þessu. Að því sko, ef við bindum þetta svoleiðis að fólk verður náttúrulega að sækja leikskólaplás og ef það kemst svo inn á leikskóla þá er náttúrulega að fæða ekki foreldragreiðsluna. Ég held að það sé náttúrulega svolítið svona augljóst. Þetta er bara svona til þess að hjálpa og svo held ég að þetta geti líka bara hjálpa til kannski í að leysa í leikskólanum að því maður veit að það er verið að reyna að trúa það nógu mörgum börnum kannski inn til þess að og þá verður kannski allt of mikið fyrir starfsfólkið. Þetta geti líka létt kannski undir starfsfólkið svona rétt þegar það er kannski erfiðast. Það séu kannski 2 börn í viðbóti eða 3 heima með foreldragreiðslur og þetta geti létt starfsandan kannski mjög fljótt þarna á leikskólanum. Þannig að ég held að það sé ekkert og svo með samanbörn sem ég hef nú séð á greiðslunum þá held ég að við séum nú ekkert eitthvað rosalega háið í. Ég sá nú alveg upp í 180.000 og það er margir í 150 sýndist með á því sem ég hef kíkt á en það er nú kannski ekki að vera hártógast það hérna. En ég held að þetta sé ekkert hérna sem við þurfum að vera mjög hrædd við. Takk. Takk fyrir það. Orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem að kveða sér ljóðs undir þessum lið. Þeir sem að samþykja afgreiðslu biðaráðsgefumerki og hún er samþykkt samhljóða. Ha? 4 sitja hjá. Fulltrúar aftur og þeir sitja hjá og hérna biðarlisti, fulltrúar biðarlisti alls er greiðat koma úti. Þá er að liðið nummer 32 á dagskráni, það eru hvatapenningar 2026 og þessi vísað frá að tekja fyrir á fundi biðaráðs 15. nóvember og þar áður var þetta fjallað þetta á 39. fundi félags- og tómstundanefndar og þar var lögð fram tillaga frá meirihluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks hækkun hvatapenninga úr 40 í 45.000 eða 12,5% og það komi svo fram fleiri tillögur þetta á fundinum en tillagan sem var lögð fram af meirihlutanum, hún var borin undir atkvæði og samþykkt með 2 atkvæðum og byggðaráð afgreiddi þetta svo þannig byggðaráð samþykki með 2 atkvæðum tillögu hækkun hvatapenninga úr 40 í 45.000, fulltrúi byggðarlista greiðir atkvæði gegn tillögunni og málinu var vísað til sveitarstjórnar orðið að laustum hennar lið. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslunni gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Nú. Fulltrúar afki og óhöra þeir sitja hjá og fulltrúar biðlist á móti. Ha. Við gerðum það ekki, en... Við viljum ítrekka bókun meirihlutans í lið númer 31. Ítrekkið afki óháður bókun í 32 afki óháður biðlisti. Og biðlisti í 32. Og meirihluti líka. Erstu maður náðu tölum þetta fandur? Þessi tók að meina
Rittarinn er að merkja þetta inn bara. Ég held bara áfram, við förum í lið 33. Það er gjaldskrá íþróttamannvirkja 2026 og þessu vísa frá fundi byggðarráðs sem haldið var 5. nóvember. Þar áður tekið fyrir á fundi félagsmála og tómstundarnefndar 27. október. En þar samþykkti félagsmála og tómstundarnefnd samhljóðuna umbeðna breytinga á gjaldskrá og vísaði til byggðarráðs og byggðarráð samþykkti framlagða gjaldskrá. Orðið er laust þennan lið. Það er engin sem óskar að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu byggðarráðs gefi merki og hún samþykkt samhljóða. Þá er að liðið 34. Það er grunn upphæð fjárhagsaðstoðar 2026 tekið fyrir á fundi byggðarráðs 5. nóvember og þar áður á fundi félagsmála og tómstundarnefndar 27. október og afgreiðsla félagsmála og tómstundarnefndar var að félagsmála og tómstundarnefnd samþykki samhljóða að grunn fjárhæð fjárhagsaðstoðar frá 1. janúar 2026 verði reiknuð með sama hætti og verið hefur samkvæmt 9. grein reglna, það er að segja 77,1% af atvinnuleysisbótum eins og þær voru í nóvember árið og undan og byggðarráð samþykkti svo samhljóða framlögð greiðsluviðmið fyrir grunnhæð fjárhagsaðstoðar fyrir árið 2026 og orðið er laust þessa afgreiðslu. Þeir sem að samþykja afgreiðslu byggðarráðs gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liði nr. 35 sem er gjaldskrá frístundar, tekið fyrir á fundi byggðarráðs 15. nóvember og þar áður á fundi fræðslunefndar sem haldin var 30. október. En þar var lögð fram tillaga 2,7% hækkun gjaldskrár frístundar sem er í samræmi við verðlagsbreytingar út frá þjóðhagsspá Hagstofu Íslands og tillaga var samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum og vísa til byggðarráðs sem að svo samþykti framlagða gjaldskrá samhljóða og vísa til sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðarráðs gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liðið 36. Það er umsagnarbeiðni, það er breyting á aðalskipulagi Hörgársveitar frá 2012 til 2024 Blöndulína 3 og þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar sem haldin var 30. október og afgreiðsla skipulagsnefndar var að skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við breytingar á aðalskipulagi Hörgársveitar 2012 til 2024 bandstrik Blöndulína 3. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liðið 37. Það er umsagnarbeiðni vegna máls sem það er vegna aðalskipulags Dalvíkurbyggðar fyrir árin 2025 til 2045 og þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 30. október og skipulagsnefnd bókaði skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til sveitarstjórn að gera ekki athugasemdir við tillögu af vinnslustigi fyrir aðalskipulag Dalvíkurbyggðar 2025 til 2045 en bendir jafnframt á að í bæði gildandi sem og ný samþykkt og aðalskipulagi Skagafjarðar 2025 til 2040 er gert ráð fyrir jarðgöngum milli Hjaltadals og Hörgárdals til að sameina þjónustu og atvinnusvæði þéttbýlisstaða á Norðurlandi. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er engin sem óskar að taka til máls. Þeir sem samþykkja hana gefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liðið 38 sem er víðimeðlu, það er umsóknum landskipti og stofnun byggingareits og þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 30. október. En það er Ómar Feiki Sveinsson sem er þinglistur eigandi jarðarinnar víðimeðls sem óskar eftir að stofna 5.931 fermetra sumarbústaðaland og landi jarðarinnar sem Víðibrekku 4 og einnig þá óskar hann eftir að stofna 1.925 fermetra byggingarreit samkvæmt lóðablaði sem er hérna í gögnunum en þetta er byggingarreitu fyrir sumarhús sem er að hámarki 180 fermetra stærð
og skipulagsnefnd hún samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að heimila umbeðin landskipti og að samþykja umbeðin byggingarreit. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er á liði númer 39, það er borgarflöt deiliskipulag, tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 13. nóvember, en þá var farið yfir samantekt á innsendum umsögnum við vinnslutillögu deiliskipulags fyrir lóð Háskólans á Hólum við borgarflöt 35 á Sauðárkróki, en vinnslutillagan hún var í auglýsingu frá 16. október til 2. nóvember og það bárust 4 umsagnir. Skipulagsnefnd samþykkti samhljóða að leggja til sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir borgarflöt 35 Sauðárkróki í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þessa afgreiðslu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liði númer 40 á dagskránni sem er deiliskipulag Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, verknámshús, Skagfirðingabraut 26. Þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 13. nóvember, en þar var þá farið yfir samantekt og innsendum umsögnum við skipulagslýsinguna fyrir Skagfirðingabraut 26 á Sauðárkróki, en skipulagslýsingin hún var í auglýsingu frá 16. október til 2. nóvember og það bárust 6 umsagnir. Einnig var á fundinum lögð fram vinnslutillaga deiliskipulags fyrir Skagfirðingabraut 26 og sett fram sem uppdráttur ásamt greinargerð, og skipulagsnefnd hún samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa vinnslutillögu deiliskipulags fyrir Skagfirðingabraut 26 Sauðárkróki í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og einnig þá samþykkir skipulagsnefnd samhljóða að fela skipulagsfulltrúa að láta vinna umferðargreiningu fyrir skipulagssvæðið í samræmi við umræðu fundarins samhliða auglýsingaferli vinnslutillögunnar. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er að liðið 41 sem er Langaborg, beiðin heimild til að vinna deiliskipulag, og þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 13. nóvember, en það er Rúnar Már Gretarsson og Ásta Margrét Benediktsdóttir sem eru þinglýstir eigendur Lönguborgar sem óska eftir heimild til að láta vinna tillögu að deiliskipulagi fyrir Lönguborg á eigin kostnað, og þetta er útlistað hér frekar í gögnunum. Skipulagsnefnd hún samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að heimila umsækjendum að láta vinna deiliskipulag á eigin kostnað. Jafnframt samþykki skipulagsnefnd samhljóða að leggja til við sveitarstjóra að auglýsa skipulagslýsingu fyrir Langaborg í Hegranesi, Skagafirði í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Og þeir sem að samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er liðið 42, það er Tungagata 1 á Hofsósi, það er umsókn lóð fyrir hleðslustöðvar fyrir rafbíla, og þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 13. nóvember, en það er Orka náttúrunnar sem óskar eftir úthlutun á lóðinni Tungagötu 1 á Hofsósi með það markmið að koma þar upp hleðslustöðum fyrir rafbíla. Umsækjendur þeir telja lóðinu Tungagötu 1 vera afar hentuga fyrir slíka uppbyggingu með hliðsjón af staðsetningu og umferð og aðgengi, og skipulagsnefnd hún samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að úthluta lóðinni við Tungagötu 1 á Hofsósi til Orku náttúrunnar að því gefnu að samkomulag náist skilmála, þar á meðal varðandi gjaldtöku og lóðarleigu. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Þeir sem að samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er liðið nummer 43 á dagskránni sem er Flatatunga, umsókn landskipti, tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 13. nóvember. En það er Einar Gunnarsson, þinglýstur eigandi jarðarinnar Flatatunga, sem óskar eftir heimild til að stofna 1966 fermetra lóð og landi jarðarinnar sem Flatatunga 1, og skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til sveitarstjórn að heimila umbeðin landskipti
Orðið laust þess afgreiðslu skipulagsnefndar og þeir sem að samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki samþykkt samhljóða. Þá komum við í lið 44 sem hitaveita að Langhúsum, Fljótum, Skagafirði og þetta tilkynning framkvæmd. Þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar 13. nóvember en skipulagsstofnun hefur óskað eftir umsögn Skagafjarðar við eftirfarandi mál í skipulagsgátt og það hitaveiti að Langhúsum, Fljótum, tilkynning framkvæmd og skipulagsnefnd hún telur að fyrirhuguð framkvæmd hafi í för með sér óveruleg umhverfisáhrif og því ekki matsskylda framkvæmd að ræða og samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að gera ekki athugasemd vegna málsins. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Og þeir sem að samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki, hún samþykkt samhljóða. Þá komum við að liði númer 45 sem ljósleiðar á Skaga, það framkvæmdaleyfis umsókn, vísað frá fundi skipulagsnefndar 13. nóv og það Öryggisfjarskipti EHF sem í ríkiseigu sækir framkvæmdaleyfi fyrir hringtengingu ljósleiðar á Skaga samhliða lagningu rafstrengja frá Ketu að Hrauni í samstarfi við Rarik og skipulagsnefnd hún samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að veita umbeðið framkvæmdaleyfi. Orðið laust þessa afgreiðslu og þeir sem samþykja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það þjónustustefna Skagafjarðar 2026 tekin fyrir á fundi byggðarráðs 14. nóvember en þjónustustefna Skagafjarðar fyrir árin 2026-2029 var samþykkt í fyrri umræði í sveitarstjórn Skagafjarðar 15. október síðastliðinn og í kjölfarið auglýst eftir athugasemdum frá íbúum. Ábendingar bárust frá 4 einstaklingum. Byggðarráð samþykki samhljóða framlaga þjónustustefnu Skagafjarðar fyrir árin 2026-2029 og vísa til annar umræði í sveitarstjórn. Orðið laust þessa afgreiðslu byggðarráðs. Þeir sem samþykja afgreiðslu byggðarráðs gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það liður númer 47 og það fjárhagsáætlun Skagafjarðar fyrir 2026-2029 og hún var tekin fyrir á fundi byggðarráðs sem haldin var 14. nóvember síðastliðinn og þar var hún lögð fram ásamt 3 ára áætluninu fyrir 2026-2029 til síðar umræðu og byggðarráð samþykti fjárhagsáætlunina með 2 atkvæðum og vísaði henn til afgreiðslu sveitarstjórnar. Fulltrúi byggðarlistans satt hjá við afgreiðslu málsins. Ætla að gefa Sigfúsi Inga sveitarstjóra við erum að koma þetta upp og gera frekari grein fyrir fjárhagsáætlun 2026. Gjör svo vel. Já, forseti, góðir sveitarstjórnarmenn, ég ætla nú svona í upphafið hans að vekja athygli á skjali sem undir málinu sem örlítil breyting á fjárhagsáætlun að því leyti til að við fengum ábendingu frá KPMG það að söluhagnaður sem var flokkaður undir fjármálatekjum, hann á að fara undir rekstratekjur, þannig að það hefur verið leiðrétt en hefur ekki áhrif á neina niðurstöðu tölur. Og greinagerðin sem ég fer hérna yfir undir málinu líka. En fjárhagsáætlun Skagafjarðar fyrir árið 2026 hér lögð fram til síðari umræðu ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2027-2029. Að ræða aðra fjárhagsáætlun sameinas þriðju fjárhagsáætlun sameinaðs sveitarfélags í Skagafirði sem samin frá grunni af kjörnum fulltrúum þess. Og sem fyrr þá áætlunin sett fram í samræmi við 62. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fyrir A-hluta og samantekin reikning fyrir A- og B-hluta. Og í A-hluta eru aðalsjóður auk eignasjóðs og í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir, tímatán, flokka og eyvindarstaðaheiði auk hlutdeildarfélaga sem komin í reikningsskil sveitarfélagsins eftir hlutfallslegri ábyrgð þess og þar er að ræða Norður ABS og samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Áætlunin sýnir rekstraráætlun, áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymi fyrir sveitarfélagið, stofnanir og hlutdeildarfélög þess. Forsendur þessarar fjárhagsáætlunar eru líkt og liðin ára sína aðhald og hagkvæmni í rekstri samhliða því að standa vörð þá þjónustu sem veitt er.
Helstu niðurstöðutölur fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026 eru þær að A og B hluti saman eða samstæðan í heild sinni skilar jákvæðri afkomu upp á 887 milljónir króna og veltufé frá rekstri er áætlað 1342 milljónir króna og meðan A hluti er áætlaði með jákvæðri rekstri niðurstöðu upp á 494 milljónir og veltufé frá rekstri upp á 836 milljónir. Nú rétt er að minna á það að vegna heimsfaraldurs koronaveiru þá var sveitarfélögum landsins veitt heimild til að víkja frá skulda- og jafnvægisreglu til loka þessa ársins 2025 og fjármálareglurnar taka sem gildi aftur næstu áramót og þá tekur jafnvægisreglan til rekstrarniðurstöðu áranna 24, 5 og 6 en samkvæmt fjárhagsáætlunum og ársreikningum þá náðum við 3 ára rekstrarjöfnuði á samstæðunni þegar á síðasta ári 24 og 3 ára rekstrarjöfnuður A-hluta verður orðin jákvæður á árinu 2025 með við áætlun. Skuldareglan tekur mið af skuldum og skuldbindingum í lok árs 2026 og sveitarfélögin þurfa einnig að hafa hliðsjón af ákvæðum samkomulags við ríkið að stöðva hækkun skulda eftir þann tíma. Nú, fagnefndir sveitarfélagsins ásamt byggðaráði og starfsmönnum þær hafa unnið mjög mikið og gott starf við undirbúning fjárhagsáætlunar og þær skoðuðu alla fjárhagslega þætti í rekstri sveitarfélagsins. Og rétt er að minna á í því samhengi að rammaáætlun fyrir næsta ár 2026 var samþykkt í sveitarstjórn 14. maí síðastliðinn og því hefur öll vinna við fjárhagsáætlun færst mun framar á árið heldur en áður var sem vinnulag sem við byrjum að þróa á síðasta ári. Þá lukum við síðar umræðið einmitt í nóvember eins og núna en vorum kannski viku að 10 dögum seinna heldur en nú er. Mikilvægt er að samvinna verði áfram eins og verið hefur meðal allra sem máli snertir í þeirri viðleitni að ná fram þeim markmiðum sem eru sett í áætluninni og þeim fjárhagslegum mælikvörðum sem sveitarstjórn hefur sett sér og gerði fyrir ári síðan. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 sem fyrr segir gert ráð fyrir jákvæðri afkomu á rekstri samstæðunnar og A-hluta sveitarsjóðs og þið sjáið þarna töflur eða myndir sem sýna þetta. Í 3 ára áætlun gert ráð fyrir afgangu verði jafnframt á rekstri bæði samstæðunar og A-hluta á árunum 2027 til 2029. Mikilvægt er að halda áfram jákvæðri niðurstöðu á rekstri A-hluta því það á að vera markmið hvers sveitafélags að haga fjárhagsáætlun þannig að rekstrargjöld málaflokka sem eru fjármagnaðar af skattekjum standi undir sér. Stór óvissuþáttur í rekstri A-hlutans á liðnum árum hefur verið fjármögnun hjá ríkjun á málaflokki fatlaðs fólks en þó hafa komið nokkra leiðréttingar til þess málaflokks á liðnum árum. Það er ennþá talsverður halli á málaflokknum hjá okkur ef mann rétti kringu 70 milljónir króna á næsta ári og svo er nokkur óvissa núna uppi þróun næstu ára í kjölfar lögfestingarsamnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks en sú lögfesting var ekki kostnaðarmetin í samræmi við sveitarstjórnarlög. Einnig má tilgreina mikla meðgjöf sveitarfélagsins með rekstri í dagdvalar aldraðra en þar er að ræða fyrsta stigs heilbrigðisþjónustu sem iðurlega á hendi ríkisins. Ef við kíkjum yfir helstu forsendur áætlunar þá byggja þær að Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá því í mars síðastliðinn vegna hversu snemma við byrjuðum á árinu og sambærilegar upplýsingar vegna þróunar verðlags og launa frá bönkunum. Þar var gert ráð fyrir að meðalverðbólga á árinu 2026 er í 2,7% og launavísitala myndi hækka 1,7%. Miðað við nýja þjóðhagsspá sem var gefin út núna í nóvember þá var vanmataræða því að nú er spáin svo að á næsta ári hækki vísitala neysluverðs 3,5% en á móti kemur að gert ráð fyrir að launavísitala á föstu verðlagi hækki 1,5%. Svo er einnig stuðst við áætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga áætlaða staðgreiðslu fyrir tekjuárið 2025. Við reiknum í þessari áætlun með frekar svona lítið breyttu atvinnustigi á okkar svæði á næsta ári 2026 líkt og gert var ráð fyrir þjóðhagsspánni í mars en ný þjóðhagsspá gerir að vísu ráð fyrir að atvinnuleysi hækki á landsvísu upp í 4,3% árið 2026. Samkvæmt nýjustu mánaðarskýrslu Vinnumálastofnunar þá er atvinnuleysi á landinu lægst hér á Norðurlandi vestra. Það var 0,9% í september og eru núna í október 1,3%, þannig að það getur kannski stigið hjá okkur en okkar áætlun byggir semst á því að það veri svona ekki mikla sviptinga þar á. Við miðum við að útsvarshlutfall fyrir næsta ár verið óbreytt á milli ára, 14,97% á útsvarsstofni með þeirri hækkun sem kveður á í lögum tekjustofna sveitarfélaga á grundvelli samkomulags ríkis og sveitarfélaga yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga. Miðað við að tekju frá jöfnunarsjóði verið samkvæmt útgefnum áætlunum hans, fasteignaskattsprósenta A-skatts lækkar úr 0,47% í 0,435%.
en þessi prósenta var síðast lækkuð í fyrra. Þess má geta að mörg sveitarfélög hafa átt erfitt með að lækka fasteignaskatta á liðnum árum því að þá urðu þau að tekjum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga vegna þess hvernig framlagið var reiknað. En með nýjum lögum jöfnunarsjóð sem samþykkt voru í sumar þá hefur tenging fasteignaskatta við úthlutun framlaga frá jöfnunarsjóði verið aflétt sem mjög gleðilegt. Við gerum ráð fyrir 2,7% almennum gjaldskráhækkunum hjá stofnunum sveitarfélagsins á árinu 2026 og svo rétt að taka fram að við tökum frá 150 milljónir króna í varúðarfærslu vegna ófyrirséðra langtímaveikinda og einnig vegna hugsanlegs launatöflu auka sem að kemi þá til framkvæmda 1. september 2026 en það sem að fer eftir þróun verðlags og öðrum þáttum. Og þessi færsla færð undir óvenjulega liði undir aðalsjóði. Ef við förum yfir þessar tvær meginreglur sem að taka gildi aftur þá eru þær samkvæmt sveitarstjórnarlögum jafnvægisregla, samanlög heildarútgjöld samstæðu eiga að vera á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögum reglulegum tekjum og svo skuldareglan sem miðað við að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærra en sem nemur 150% reglulegum tekjum. Við útreikning þarna má undanskilja tekjur og skuldbindingar veitu og orkufyrirtækja sem og hluta lífeyrisskuldbindinga og þá komið út þetta skuldaviðmið og eins og því að við örugglega fylgst með þá eru fyrirhugaðar breytingar á sveitarstjórnarlögum sem að lækka viðmiði fyrir A-hluta en við erum í nokkuð góðum málum þar. Hjá Skagafirði skuldahlutfall heildarskulda og skuldbindinga áætlað 95,1% árinu 2026 og svo lækkar það ár frá ári niður í 89,6% árið 2029. Þegar búið undanskilja það sem heimild frá skuldum og skuldbindingum þá skuldaviðmið samstæðuna 71,6% og svo lækkar það niður í 66,9% á árinu 2029. Skuldaviðmið fyrir A-hluta 2026 áætlað 78% og það fer niður í 66,9% árið 2029 samkvæmt áætlun. Og þið sjáið þarna á myndum að við höfum lagt upp með það núna í nokkur tíma að það verið haldið áfram á þessari braut að afborganir langtímalána verði á hverju ári hærri fjárhæð heldur en sem nemur nýjum teknu langtímalánum. Það ein undantekning þar á árið 2028 vegna framkvæmda sem við og ríkið erum í saman. En þessi stefna mjög mikilvæg þegar aðstæður og rekstrarumhverfi leyfir því að eins og þið þekki þá getur fjármagnskostnaður rokið upp þegar að verðbólga fer upp þannig að það gott að halda skuldum hólugum. En þess ber líka að geta áætlanir varðandi tekjuhlið langtíma áætlunar þær eru mjög varfærnar hjá okkur. Ef við kíkjum á reksturinn þá gerir áætlun ársins 2026 ráð fyrir að rekstratekjur Skagafjarðar nemi 11.151 milljón króna hjá samstæðunni í heild A og B hluta. Þar að veru rekstratekjur A-hluta áætlaða 9.478 milljónir. Rekstrargjöld án fjármagnsliða eru áætluð 9.928 milljónir og þar að veru A-hlutin með 8.728 milljónir. EBITan segir okkur að sem rekstrarafgangurinn fyrir afskriftir og fjármagnsliði. Hún áætluð 1631 milljón króna eða 14,9%. Afskriftir nema 408 milljónum og fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur nema 336 milljónum. Rekstrarafgangur samstæðunni heildi þannig áætlaði samtals 887 milljónir. Rekstrarafgangur A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði áætlaði 964 milljónir. Afskriftir eru 214 milljónir. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur 256 milljónir og rekstrarniðurstaðan þar A-hluta sveitasjóðs áætluð jákvæðum 494 milljónir. Eignir Skagafjarðar í lok næsta árs áætlaðar 17.194 milljónir, þar af hjá A-hluta 12.842, skuldir og skuldbindingar áætlaðar í árslok 10.396 milljónir, þar af hjá A-hluta 9.262, eigið fé áætlað 6.798 milljónir króna hjá samstæðunni og eigin fjárhlutfall þar rétt hæf 40%. Eigið fé A-hluta áætlað 3.580 milljónir króna og eigin fjárhlutfall þar tæplega 28%. Ný lántakar áætluð 465 milljónir króna hjá samstæðunni í heild og afborganir eldri lána og skuldbindinga verða 665 milljónir. Skuldir eru þar af leiðir greidda niður 200 milljónir króna umfram lántöku. Reiknaðar lífeyrisskuldbindingar eru 2068 milljónir króna hjá samstæðunni og þar af 1903 hjá A-hluta.
Ef við förum í sjóðstreymis yfirliti þá gerir áætlunir ráð fyrir að veltufé frá rekstri A-hluta verði 836 milljónir og frá samstæðunni verði 1342 milljónir og það gert ráð fyrir að handbært fé samstæðunar í árslok verði 863 milljónir. Það gert ráð fyrir að sveitarsjóður og undirfyrirtæki fjárfesti á árinu 26 fyrir 828 milljónir króna brúttó eða 1047 milljónir nettó ef að það eru talin frá framlög ríkisins vegna hlutdeildar í framkvæmdum og þar ber hæsta næsta ári framlög vegna menningarhús, stækkun verknámshús, fjölbrautaskólans og vegna nýrrar ytrihafnar framkvæmda þar og svo eru framlög frá kaupfélagi Skagfirðinga vegna framlaga til samfélagslegra verkefna. Brúttóupphæðin í heildarfjárfestingu með talsvert hærri heldur en á þessu ári en nettótalan er nokkru lægri. Stærstu fjárfestingaverkefnin á næsta ári eru gatnagerðarframkvæmdir, framkvæmdir við Staðabjargarvík á Hofsósi, upphaf framkvæmda við nýtt menningarhús á Sauðárkróki, framkvæmdir við stækkun grunnskólans austan Vatna á Hofsósi, stækkun verknámshús Fjölbrautaskólans, síðara áfangi sorpmóttökustöðvar á Hofsósi, kaup og uppsetning rennibrauta við Sundlaug Sauðárkróks, framkvæmdi við nýju ytrihöfnina, loka byggingu nýrra þjónustumiðstöðar og endurnýjun á dælu í borholu í Varmahlíð. Og með þessu erum við að horfa til þess sem fyrir að styrkja innviði samfélagsins og stuðla þannig áframhaldi eflingu þess og fjölgun íbúa. Tekjur sveitarfélagsins hafa hækkað jafnt og þétt undanfarin ár og þið sjáu að það er dálítið stökk þarna á milli áranna 24 og 25 og ef við berum okkur saman við nágrann okkar þá erum við svona býsna keimlík orðin Skagafjörður og Skagaströnd með að við heildar tekjur íbúa en þær eru nokkuð lægri í hinum sveitarfélögunum tveimur. Launakostnaður á næsta ári er áætlaður 6.274 milljónir sem er 11,7% hækkun frá áætlun 25. Skýringin þar eru hækkanir kjarasamninga árinu sem nú er að líða en þar voru kannski vogu hæst mestan þátt hækkanir á kjarasamningum kennara. En hins vegar er mjög gleðilegt núna að kjarasamningar eru til nokkur ára og því er svona meiri vissa núna framöndan hjá okkur heldur en hefur á liðnum árum. Og þessum langtíma kjarasamningum var ætlað að stuðla að lækkun verðbólgu og auknum kaupmætti og vonandi að það svona gangi eftir. Það var gleðiefni að allavega vexti voru lækkaðir í morgun. Nú á árinu 2026 er gert ráð fyrir afborganir vegna lífeyrisskuldbindinga með 123 milljónum og hækkun skuldbindinga verði 89 milljónir. Ef við kíkjum á málaflokkana þá taka sem fyrirfræðslu uppbyldismál til síns stærsta hluta skattekna. Fræðslumálin taka herra hlutfall til sín núna á næsta ári heldur en árinu 25 eða 44,5% á móti 43% í áætlun ársins 25. Og þar muna mestu hækkanir í kjarasamningum og svo auðvitað fjölgun starfsfólks á nokkrum starfstöðum. Við erum til dæmis opnað nýja leikskóla í Varmahlíð og svo fjölgun barna annar staðar, bæði í leik- og grunnskólum. Næstesti málaflokkurinn er félagsþjónusta með 21,6% hlutfall og þriðji í röðin eru æskulýðs- og íþróttamál. En hlutfallsleg breyting málaflokka annara en fræðslumála er mjög óverulega milli ára. Þetta er 0,6% og innan við það til og frá. Svo gerum við ráð fyrir því í fjárhagsáætlun að það haldi áfram samstarf sveitarfélaga sameiginlegt þjónustusvæði vegna fatlaðs fólks þar sem við erum leiðandi sveitarfélag en við gerum ráð fyrir að það geti orðið breytingar á samstarfi barnaverndarþjónustu þar sem við höfum verið leiðandi sveitarfélag frá árinu 2023. Fjallabið er í það minnst að búið að taka ákvörðun það að færa sig til barnaverndarþjónustu Norðurlands eystra en á móti kemur að Dalabið hefur sóst eftir aðild að samningum hjá okkur og allir verið ekki tekin ákvörðun það svona fyrir áramót öðru hvoru megin. Sem fyrr segi þá er áætlað að fara í nýframkvæmdir fyrir 828 milljónir króna brúttó eða 1047 milljónir nettó. Og ef við skiptum þeim á sjóði þá er eignasjóður að fara að framkvæma fyrir 1233 milljónir króna, fráveita 42, hitaveita 171, vatnsveita 25, sjóveita 20 og hafnasjóður 338 milljónir. Svo er gert ráð fyrir að rekstramegin sé varið 176 milljónir króna í viðhald sem er 15 milljónir króna hærri fjárhæð heldur en var gert ráð fyrir núna þessu ári 2025. Ég nefndi fjárhagslegu markmiðin sem þið settu fyrir ári síðan og þið sjáuð yfirlit yfir þau í töflu
á blaðsíðu 10 og ef við lítum á það hvernig fjárhagsáætlun 2026 mæti þessum markmiðum þá eru þau öll uppfellt. Jafnvægi rekstri, hámark skuldsetningar, veltufé frá rekstri, framleiðasti rekstrar og laun í hlutfalli við tekjur. Það má vísu ekki mikið út að bregða í framleiðastigi og launahlutfalli en það er samt ánægilegt að þetta hafi tekist strax eiginlega á fyrsta ári. Ef við horfum á íbúaþróun þá hefur hún verið sveitarfélaginu hagfelld á undanförnum árum og það birtist núna bara 17. nóvember síðastliðin frétt á heimasíðu Þjóðskrá með uppfærðum tölum. Þar kemur fram að íbúum Skagafjarðar hefur fjölgað 258 undanfærni tæp 6 ár og þar af 69 íbúum núna undanfærna 11 mánuði. Og ef við kíkjum á hina mannfjöldastofnunina Hagstofuna, þar getum við hort til íbúaþróunar eftir póstnúmerum og ef við lítum aftur til ársins 2018 til 1. janúar síðastliðin þá er fjölgun í nánast öllum póstnúmerum í Skagafirði. Það er mikil fjölgun á þéttbýlisstöðunum, Sauðárkróki, Hofsósi og Varmahlíð og einnig í Fljótum. Svo er nokkur fjölgun í dreifbýlinu í kringum Varmahlíð en hér í kringum Sauðárkrók fækkar 1 íbúa á þessu tímabili og 2 í dreifbýlinu í kringum Hofsós. Þannig það er nú óverulega breytinga þar. En þetta sýnir að það er bara mikil tækifæri til áframhaldandi vaxtar í Skagafirði öllum. Við erum náttúrulega fjölmennasta dreifbýli sveitarfélag landsins og íbúðu uppbyggingi dreifbýli sýnir það að hér er góð þróun víðast hvar og það er trú mín að jákvæð íbúðaþróun verði áfram ef okkur ber gæfa til að vinna áfram að skynsamlegri uppbyggingu innviða. Nú þessi greinargerð er sett fram til glöggvuna við yfirferð fjárhagsáætlunar og í lokin þá vil ég þakka samstarfsfólki mínu, sviðsstjórum, fjármálastjóra, aðalbókara, starfsfólki í launadeild og bókhaldi og öðrum starfsmönnum, ykkur kjörnum fulltrúum, fólki í fagnefndum og byggðaráði fyrir gott samstarf við þessa vinnu sem að baki sem hefur lagt grunninn að fjárhagsáætlun Skagafjarðar næstu árin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Sigfús. Orðið er laust. Sveinn, gerð svo vel. Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, Sigfús hélt hérna langa tölu og margt jákvætt í því og margt kannski sem við þurfum bara að hugsa. Það er náttúrulega kosningar framundan og margir vilja gera margt, eins og sagt er. Og það svo sem mjög margt jákvætt í þessu og kannski byrja nú að segja eins og hann var nú að tala íbúaþróun og svona. Ég held við þurfum að leggjast verulega yfir því að það þarf held ég að byggja dálítið meira hérna til dæmis í sveitarfélaginu. Ég held að sé alltaf lítið byggt, það vantar alltaf húsnæði. Ég held að það sé nú kannski stóð svona flöskuháls að kemur ekki fleira fólk. Þannig að hvað við getum gert í því, ég held að sveitarfélagið þurfi nú svona, já, getur það alveg gert ýmislegt meira, þó að sé mikið búið að gera. Og það er svona mörg atriði sem hægt er, en svona, þegar ég var nú svona glöggvað með á þessu öllum tölum sem hann fór nú hérna yfir sig, ég ætla nú ekki að fara að þylja upp alla saman. Og svona, kannski, ef við byrja á einu atriði, það er hérna rekstara niðurstaðan A og B. Hún á að vera 887 milljónir þessu á næsta ári. Og það er svona kannski áhyggjuefni að það fer minnkandi. Tekjurnar aukast, launin þau hækka, gjöldin og þetta fer svona frekar niður á við. Maður hefði viljað sjá það kannski hinn áttina. Að það fer úr 880, 660, 670. Það fer alveg niður 200 milljónir og helst svo alveg til 2029. Og svo annað sem Sigfús náttúrulega kom inn á líka, það var með skuldir og lántökur. Að það er náttúrulega gert ráð fyrir þó nokkuð miklu lántökum hérna 2028 sem er umfram það sem er borgað niður. Það er nú kannski svona áhyggjuefni og ef við förum út í það er náttúrulega mikla framkvæmdir sem eru framundan.
en það náttúrulega ekkert farið endilega í allt sem í áætlunni eins og við vitum náttúrulega. Víðigrundin var náttúrulega tekin út sem var í áætlunni fyrra og hún aftur í áætlun núna og við vitum að það verður örugglega eitthvað tekið út. En það stór bygging framöndan í samstarfi við ríkið og það er skólinn, menningahús, svo erum við náttúrulega með höfnina. Þannig þetta er rosalega mikið af fjárfestingu sem við þurfum að standa undir og næsta sveitarstjórn náttúrulega kannski þarf nú dálítið mikið að fá þetta í fangið. Þannig að það er svona, og ég hef rosalega áhyggjur af því að lántökurnar gætu kannski orðið meiri heldur en kannski áætlunum getur áfröðu. En við sjáum það náttúrulega kannski betur þegar lengra komið í útboð. En þetta er svona vangaveltur þetta þegar maður er að lesa þetta. En ég er með bókun sem ég ætla að lesa upp frá okkur í byggðarlistunum. Fjárhagsáætlun 2026 bókun. Eftirsótt fjölskylduvænt samfélag byggist ekki upp af sjálfum sér. Heldur það ákvörðun að byggja slíkt samfélag. Forgangsröðun fjármuna er mikilvæg í uppbyggingu þeirra grunnstóða sem skapa eftirsótt umhverfi fyrir fjölskyldur eins og leik og grunnskóla, íþróttamannvirki og ekki má gleyma útivistarsvæðum. Þar sem fólk á öllum aldri getur átt gæðastundir í fallegu og öruggu umhverfi. Gleðilegt er að ný leikskólabygging í Varmahlíð verði tekin í notkun á næstunni og mikilvægt er að endurbætur á grunnskólan í Varmahlíð fylgi í kjölfarið. Áætlað er að hefjast handa við byggingu við grunnskóla austan Vatna sem mun rúma mötuneyti og svittkol fleira sem ber að fagna. Langt er þó í land með endurbætur á þeim skóla svo hann teljist geta sinnt þörfum nútímans. Og svo við tölum nú ekki íþróttahúsið sem er búið að vera á teikniborðinu síðan 1980. Áfram verður unnið að endurbótum við Aálmu Árskóla sem er tímabært og bæta mætti í. Einnig verðum við að nefna að enn hefur aðstöðu til raungreina ekki verið bætt svo hún standist nútíma kröfur. Sama má segja tónlistarskóla Skagafjarðar og teljum við mikilvægt að Skagafjörður kappkosti að bæta aðstöðu, raun og listgreina Skagafjörð allan, svo að börnin okkar geti vaxið og dafnað við að efla sína styrkleika. Íslenskt samfélag hefur tekið hröðum breytingum á síðustu árum með kröfum aukna menntun, breytt fjölskyldumynstur og viðvarandi verðbólgu. Kynjajafnrétti hefur aukist hvort sem við tölum laun eða stöðu á vinnumarkaði. Mikilvægi þess að ungir foreldrar geti snúið aftur til vinnu að loknu fæðingarorlofi er eitt af grunnskilyrðum nútíma samfélags. Það hefur verið stefna Skagafjarðar að taka börn inn á leikskóla við 12 mánaða aldur, en því miður er viljinn ekki allt sem til þarf, þar sem leikskólar okkar hafa glímt við mönnunarvanda í gegnum árin og er staðan sérstaklega slæm þessa mundir. Á meðan staðan er svona teljum við mikilvægt að sveitarstjórnarfulltrúar þori að hækka foreldragreiðslu til foreldra barna sem ekki fá leikskólapláss. Mikilvægt er að foreldrar ungra barna lendi ekki í fjárhagskrökkum á meðan þau get ekki stunda vinnu og eru heima með börnum sínum að loknu fæðingarorlofi. Að hækka foreldragreiðslur í 110.000 krónur dugar skammt til að koma til móts við þann tekjumissi sem foreldrar verða fyrir á meðan börn þeirra komast ekki inn á leikskóla. Álagning fasteignagjalda á fasteignir í A-flokk lækkar úr 0,47% í 0,435% og mun þessi lækkun ekki koma niður á greiðslum og jöfnunarsjóði vegna lagabreitinga tekjustofna sveitarfélaga. Þessu ber að fagna í ljósi þeirra mikla hækkana sem orðið hafa á fasteignamati undanfarin ár. Íbúar Skagafjarðar hafa tekið breytingum vel varðandi flokkun og endurvinnslulegu sorpi og kemur það beint til þeirra í lækkun á sorphirðugjöldum sem er afar gleðilegt. Ekki náðist að fara í endurbætur á Víðigrund á Sauðárkróki á þessu ári eins og til stóð sem veldur okkur áhyggjum. Það er alveg ljóst að vatns- og fráveitukerfi eru komin til ára sinna í stórum hluta nærri bæjarins og mikilvægt að
að unnið verði framkvæmd áætlun endurbætur vatns, fráveitu og gatnakerfis og að henni verði fylgt eftir. Skammtíma plástrar eru kostnaðarsamir og veita skammgóða vermi. Þessu til viðbótar má nefna kröfur hreinsun fráveitu sem mun leggjast þungt á sveitarfélög landsins innan fárra ára og hafa gríðarlegan kostnað í för með sér. Á meðan þörfin við uppbyggingu viðhald og endurbætu grunnstoða er verulega ábótavant, teljum við varhugavert að fara í eins umfangsmikla framkvæmd eins og uppbyggingu menningarhús og sögurki hefur í för með sér á meðan fjármögnun húsins er ekki tryggð að fullu. Sá samningur sem undirritaður var árið 2023 uppbyggingu menningarhús var að okkar mati ekki gerður með hagsmuni Skagafjarðar að leiðarljósi. Það kemur skýrt fram að samningurinn sé ekki vísitölutryggður og allur umframkostnaður leggist á sveitarfélagið. Við teljum það ekki ábyrga fjármálastjórnun að leggja af stað í slíkt verkefni þegar ekki er ljóst hvaða áhrif framkvæmdi sjálf og rekstur menningarhús hefur á sveitarfélagið. Að lokum viljum við þakka starfsfólki og samstarfsfólki nefndum sveitarfélagsins fyrir gott samstarf og sitt vinnuframlag við gerð fjárhagsáætlunar. Undir þetta rita Jóhanna Ey Harðardóttir og Sveinn Þorsteinn Rúlfsson. Takk. Takk fyrir það. Ég ætla kannski að með leyfi forseta að segja nokkur orð, en ég vil bara byrja að fagna þessari fjárhagsáætlun sem við erum núna að leggja fram fyrir árin 26 til 29 og þó að þetta sé náttúrulega áætlun til 29 að þá horfum maður engu að síður langmest á árið 26 og mér finnst eiginlega bara alveg frábært þegar maður horfir yfir þessa fjárhagsáætlun og rekstrartölu sveitarfélagsins núna síðust árin, hvað reksturinn hefur gengið vel og við erum áætla núna að A-hlutin verði áfram í jákvæðar næsta ári tæpa 500 milljónir og á B-hlutin tæpa 900 milljónir og að rekstrarjöfnuður, 30 ára rekstrarjöfnuður, bæði A-hluta og A- og B-hluta verði jákvæður og þar með erum við líka að ná okkar markmiðið það en leið og við erum að þessu og þá erum við að gera ráð fyrir að framkvæma fyrir meiri peninga en við höfum nokkuð tíðan áður framkvæmt fyrir í sögu sveitarfélagsins. En það er áætlað að framkvæma fyrir 1,8 miljard á árinu 26 og þar komið meira en miljardur frá rekstri sveitarfélagsins sem náttúrulega bara mjög jákvætt og við erum líka búin að ná að bregðast við og lækka álögur á íbúa sem náttúrulega hjálpar mikið bæði vegna þeirra verðbólgu sem í landinu en líka vitum við alveg að fasteignagjöldin hér voru farin að verða mörgum erfið og við lækkum núna stöðul úr 0,47% í 0,435 en það hefur verið rosalega miklar hækkanir á fasteignamatinu hérna síðustu ár sem hafa hækka fasteignagjöldin hjá íbúum en við náum núna að lækka fyrirhugaða eða hækkun sem hefði annars orðið með orðið 13,5% ef við höfum ekki brugðist við, hún verður þá 5% sem svona mun ásættanlegra bæði séð út frá rekstri sveitarfélagsins og íbúanum. Einnig erum við að hækka gjaldskrár sveitarfélagsins bara einungis 2,7% sem ég held að við séum eina sveitarfélagi á landinu sem hækka bara 2,7% en það kannski til eitthvað eitt annað en annars eru sveitarfélagin öll frá 3 upp í 4 og sum fara með þess að yfir 4% hækkunum á gjaldskrám fyrir árið 26. Ég get verið alveg sammála Sveini með það að það væri æskilegt að það væri byggt meira á og það vantar kannski hérna byggja aðeins smærri íbúðir, ég sammála því en það hefur samt verið byggt ótrúlega mikið hérna núna á síðustu misserum þrátt fyrir þetta hrikalega háa vaxtastig í landinu og bara erfiðleika fólks að fá fjármögnun á sína framkvæmdir núna á síðustu mánuðum, sérstaklega síðasta árið.
Ég deili ekki alveg þessum áhyggjum að lántökunum 28. Það eru sko ýmslega svona, það er ýmislegt sem eigum inni líka í þessu áætlun fyrir árin 27, 28 og 29. Tekjurnar eru varlega áætlaðar og svo er sala eigna, ég ætla að spá því að hún verði meiri þegar á heildina er litið yfir þetta árabil heldur en gert ráð fyrir í áætluninni. Faxatorgi hefur ekki selst það sem af er þessu ári og kannski bjarsýn að halda að það seljist á því stutta tíma sem eftir er af árinu og við erum ekki með það inn í þessum tölum áætlaða sölu eigna á árunum 26, 7, 8 eða 9. En ég er alveg sammála því að það þarf að vera varlega í þeim framkvæmdum sem eru framöndan og þetta eru stóra framkvæmdir líka og það er alveg lykilatriði til að þetta gangi allt upp að það takist vel að halda utan þær framkvæmdir og að þær fari ekki í einhverja vitleysu í kostnaði. En eins og við höfum samt marg áður rætt hér að þá er alltaf ákveðin hætta á því en við þurfum bara, það er undir okkur komið og þeim komið sem í þessu verða að tryggja það að þessar framkvæmdir haldi sér mest áætlun og verði breytingar út frá því að þá séu menn meðvitaðir það hvað sé í gangi og gríp inn í og stjórni skútinni þá eftir því. En við erum líka að ná þessum markmiðum eins og ég sagði án með 3 ára rekstrarjöfnuðin ásamt því að veltu við frá rekstri, við erum áætlað það núna vel yfir þeim markmiðum sem við settum okkur og það er bara rosalega flott. En ég ætla að leggja hérna fram bókun í nafni meirihlutans eða fyrir hönd meirihlutans og hún hljómar svo: fjárhagsáætlun Skagafjarðar fyrir árin 2026-2029 liggur nú fyrir, en með henni er mótuð stefna fjárheimildir sviða og stofnana sveitarfélagsins til næstu 4 ára. Ásamt því að stefna er mörkuð getu sveitarfélagsins til fjárfestinga, viðhalds og niðurgreiðslu skulda. Niðurstaðan er virkilega ánægjuleg en ljóst er að vinna síðustu ára hagræðingu í rekstri og ábyrga stefnu í fjárfestingum er að skila sér með áþreifanlegum hætti, en geta sveitarfélagsins til framkvæmda hefur aldrei verið meiri en nú. Mikil vinna hefur verið lögð í gerð áætlunarinnar með aðkomu allra kjöruna fulltrúa og sveitarstjóra, sviðstjóra og fjármálastjóra sveitarfélagsins. En ljóst er að sú breyting að hefja þessa vinnu fyrra árinu en áður var gert hefur jákvæð áhrif á framgang vinnunar. Á árinu 2026 er gert ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta verði jákvæður 494 milljónir og að sameiginlegur rekstrarafgangur samstæðurinn í heild verði jákvæður 887. Á árinu 2026 er gert ráð fyrir að fjárfestingar í nýframkvæmdum á vegum Skagafjarðar verði í heild 1,8 milljarður. Þar af er áætlað að 1047 milljónir komi frá rekstri sveitarfélagsins. 190 milljónir króna fáist með nettó sölu fasteigna og að hlutur ríkissjóðs í sameiginlegum verkefnum, hafnarframkvæmdir, menningarhús og fjölbrautaskóli Norðurlands vestra og samfélagssjóður KS verði 771 milljón. Þá er gert ráð fyrir að viðhaldsframkvæmdir nemi 176 milljónir á árinu 2026. Stærstu fjárfestingaverkefni Skagafjarðar á komandi ári verður fyrsti áfangi í byggingu menningarhús á Sauðárkróki, nýr grjótgarður við nýja ytri höfn á Sauðárkróki, mötuneytisbygging við grunnskólan austan Vatna, síðari áfangi sorpmóttökustöðvar á Hofsósi, gatnaframkvæmdir á Sauðárkróki, endurnýjun á Heitarvatnsdælu í Varmahlíð, stækkun verknámsaðstöðu FNVAF, kaup á rennibraut fyrir Sundlaug Sauðárkróks ásamt mörgu fleira víðsvegar héraðið. Þrátt fyrir mikla fjárfestingar á árinu 2026 þá er gert ráð fyrir að afborganir lána verði 200 milljónir króna umfram nýjar lántöku sem þýðir áframhaldandi lækkun á bæði skulda viðmiði A-hluta og samstæðunar í heild. Annað árið í röð lækkum við einnig álagningaprósentu fasteignagjalda í A-flokki og nú úr 0,47 í 0,435. En til þess flokks teljast öll íbúðarhús, sumarhús, útihús og mannvirki á bújörðum ásamt jarðeignum. Þetta er verulega mikil lækkun en fasteignamat íbúða hækkar 13,5% milli áranna 25 og 26. En með þessari lækkun álagningastuðuls
eru áhrif hækkunarinnar lækkuð í tæp 5% sem áætluð hækkun vegna meðaltals launavísitölu og vísitölu neysluverðs á komandi ári. Fyrir fjárhagsáætlun 2026 gert ráð fyrir að gjaldskrá sveitarfélagsins hækki almennt einungis 2,7% milli ára og það minni hækkun en hjá flest öllum öðru sveitarfélögum sem eru að hækka sína gjaldskrár 3-4%. Með við þróun verðbólgu raun lækkanir á gjaldskrám að ræða. Einnig má tilgreina lækkanir á einstökum gjaldskrám líkt og gjaldskrám sorphirðu sem lækkar rúm 9% milli ára. Jafnframt má nefna að hvatapeningar sveitarfélagsins eru hækkar 12,5% milli árunum 25 og 26 en þá hafa þeir meira en 5-faldast frá 1. janúar 2019. Jafnframt foreldragreiðslur hækkar úr 65.000 krónum á mánuði í 110.000 krónur. Á árinu 2024 setti sveitarstjórn Skagafjarðar sér fjárhagsleg markmið fyrir rekstur sveitarfélagsins sem sýnir ábyrga fjármálastjórnun kjörinna fulltrúa. Ef litið á þær lykiltölur má sjá að 3 ára rekstrarjöfnuður bæði A-hluta og samstæðunnar jákvæður því að sem jákvæður ásamt því að hlutfall skuldaviðmiðs vel undir markmiðum. Þá markmið veltufé frá rekstri vel undir því sem stefnt var að og launahlutföll réttum megin við markmiðin. Framleiðastig jafnframt yfir settu marki, fagnaðarefni að svo vel hafi tekist til. Fjárhagsáætlun 2026-2029 unnin á ábyrgð meirihluta sveitarstjórnar en í góðri samvinnu allra flokka í nefndum og ráðum sveitarfélagsins. Þar sem bæði kjörnum fulltrúum og starfsmönnum hefur gefist kostur á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Fyrir alla þá vinnu ber að þakka. Einnig viljum við þakka sérstaklega sveitarstjóra, sviðstjórum og fjármálastjóra fyrir þeirra góða framlag í þessari vinnu. Við óskum íbúum Skagafjarðar allra heilla með þeirri áætlun sem hér lögð fram. Ljóst að skagfirðingar geta hort fram á við með jákvæðni og bjartsýni í fjölskylduvænu samfélagi. Og undir þetta ritar sá sem hér stendur Guðlaugur Þór Skúlason, Hrund Pétursdóttir, Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir og Hrefna Jóhannesdóttir. Orðið laust. Álfhildur Gjörsveit. Já, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir viðstaddir. Ég ætla nú ekki að lengja fundinn með því að hafa langan aðdraganda þeirri bókun sem við erum hér með við Steinunn Rósa og hefst þá lesturinn. VG og óháð í Skagafirði þakkar starfsfólki sveitarfélagsins fyrir vel unnin störf við gerð fjárhagsáætlunar. Ljóst að mikið verk hefur verið unnið til að halda rekstri sveitarfélagsins í jákvæðri stöðu á tímum verðbólgu, launahækkana og aukinna krafna til þjónustu. Alltaf má þó rýna til gagns og setja markmið næstu skrefa. Við fögnum áætlunum áframhaldandi uppbyggingu við grunnskólan Austan Vatna, stækkun verknámshús FNVAF og endurbótum á íþrótta- og sundmannvirkjum, enda styður það við íþróttir, menntun og samfélagið allt. Þó að kostnaður til dæmis við sundlaugina hér á Sauðárkróki hafi skautað hraustlega fram úr kostnaðaráætlun. Eins ánægjulegt að sjá áhaldahúsið rísa, enda höfum við VG óháðum gagnrýnt þá miklu leigu sem sveitarfélagið hefur greitt í áratugi fyrir núverandi aðstöðu. Hefði sannarlega verið ánægjulegt að sjá viðbyggingu við Árskóla sem var ætluð fyrir rúmum áratug af framkvæmdaplani næsta árs sem á betri aðstöðu fyrir tónlistarskólan en aðstæðan hans var seld árið 2016 og hann enn staðsettur í þröngum og gluggalausum rýmum sem átti að vera til bráðabirgða. Svo má líka rifja upp tæplega 20 ára plönum íþróttahús á Hofsósi en enginn nú sperran komin þar ennþá. En það svo sem ekki nóg að framkvæma. Við teljum að umfang og forgangsröðun stórra verkefna eins og menningarhús sé ekki nægilega rýnt frá heildarþörfum samfélagsins. Menningarhúsið sem ætlun að reisa að stórum hluta varðveislu rými hvar hinn almenn íbúi kemur ekki til með að gangum. Húsið hefur verið í deglunni frá 2006 en þrátt fyrir þennan langa aðdraganda hefur algjörlega skort upplýsingagjöf til hins almenna íbúa eins og 103. grein sveitarstjórnarlaga segir til hvað þá samráð eða samtal með hvað hætti samfélagið sjálft sér fyrir sér að nýta húsið sem best.
Þarfagreiningin sem vel komin til ára sinna var látin standa að mestu í þess að taka hana til endurskoðunar með tilliti til annars takts samfélagsins síðan þá. Leyndarhyggjan var mikil í tengslu við hönnunarsamkeppnina sem eðlilegt var, en að fulltrúi minnihlutans hafi þurft að ganga eftir því við að aðrir í sveitastjórn en byggðaráð fengju kynningu á verkefninu með ólíkindum. Það nefnilega ekki þannig að einhverju örfáir hafi endilega réttustu sýnina og bestu hugmyndirnar. Bestun kemur fram í samvinnu og samtali og gríðarlega mikilvægt í svona stóru og kostnaðarsömu samfélagsverkefni að það sé gert vel og að sem flestir koma verkefninu svo nýting hússins verði með allra besta móti. Við getum haft ólíkar skoðanir á nýtingunni en erum væntanlega öll sammála að í þessu húsi viljum við sjá líf og gleði. Tíminn var nægur til þessa undirbúnings. Það því sorglegt að sjá að íbúar þurfa að skrifa sínar hugmyndir nýtingu hússins í héraðsmiðlinn til að vekja athygli á þeim, vegna þess að ekki hefur verið boðið upp á annan vettvang til þess, þar sem viljinn til að hlusta engin. Það var einmitt mjög sýnilegur þessi skortur og hlustun í aðdraganda á sölu félagsheimila sem íbúar í Hagranesi þurfti að berjast fyrir áheyrn með undirskriftalista og vekja athygli á málinu í fjölmiðlum eftir íbúafund þar sem vilji þeirra var virtur á vettugi. Það endaði sem betur fer farsarlega eftir ærna fyrirhöfn og ætti svo niðurstaða að vera fordæmisgefandi fyrir önnur nærsamfélög félagsheimilana sem eru líkt þekkjandi og nésspor. En ekki gert ráð fyrir kostnaði lögbúðanaverkefna eins og máltíða til eldri borgara í dreifbýli sem miður og ekki heldur til sértækra aðgerða til að bregðast við manneklu leikskólann í Skagafirði eða ríflegri hækkun foreldra greiðsluna eins og minnihluti laði til á meðan staðan með þessum hætti. Það vissulega jákvætt að lækka fasteignagjöld en stuðningu við unga foreldra skiptir ekki síður máli. Það samfélagsleg fjárfesting. Í stað þess að nota aukið svigrúm heildra rekstrar til að styrkja kjarnastarf, grunnskóla og leikskóla og styðja við fjölskyldufólk frekar fjárfest í stórum mannvirkjum. Stundum vert að staldra við og íhuga fyrir hvern þetta samfélag Nefndafólk VG og óháðra vill þakka öðru nefndafólki fyrir samstarfið sem og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir vel unna vinnu við gerð fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins og stofnana þess fyrir þetta næsta ár. Það hefur gefist vel að byrja þessa vinnu fyrra árinu eins og nú og fyrra og virðist þá gefist sérstaklega vel að fá forstöðumenn meira að þessari vinnu eins og gert var í þetta skiptið. Sérstaklega viljum við þakka Sigfúsi sveitarstjóra og Baldri fjármálastjóra fyrir þeirra góðu vinnu og gott samstarf á árinu en við sveitarstjórnarfulltrúar VG og óháðra sitjum hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunar og undir þetta rita ég sem hér stend og Steinunn Rósa Guðmundsdóttir. Takk fyrir. Orðið laust. Það ekki fleiri sem biðjum að taka til máls. Undir liðinu fjárhagsáætlun 2026-2029 og þeir sem að samþykkja fjárhagsáætlunni gefum ekki. Hún samþykkt með 5 atkvæðum, fulltrúar byggðarlistans sitja hjá, en þið sitja hjá. Það sitja hjá Íslandskan og hóð. Það var liður nummer 48, það eru fundargerðir frá sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það fram til kynningar, það eru 3, það eru fundargerð frá 10. október, 21. og 31. október. Einhver sem vil taka til máls þessar fundargerðir. Það ekki. Og þá hérna ein fundargerð frá Norðurá, lögð fram til kynningar. Hún frá 29. september síðastliðin, einhver sem vil tala hana. Og það ekki, og þá eru komin að fundargerðum frá SSN VAF og þær eru 3 frá 20. október, 24. október og 3. nóvember. Orðið laust þær ef einhver vil, það ekki. Og þá höfum við í lokin síðasta liðin á dagskráni og það eru fundargerðir heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra. Og þær eru líka 3 frá 27. ágúst, 7. október og 28. október. Einhver sem vil tala þær og það ekki.
Þannig að dagskrán er tæmd og ég segi fundi slitið.